Fundur settur á Alþingi. Á dagskrá þessa fundar tekið 3. dagskrármálið. Forseta hefur borist bréf frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra þar sem óskað eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 456 aðkomu ungs fólks að ákvarðanatöku og stefnumótun frá Evu Dögg Davíðsdóttur. Einnig hefur borist bréf frá menningar- og viðskiptaráðherra og matvælaráðherra þar sem óskað eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þingskjali 485 og 484, báðar samskipti við hagsmunaverði og skráningu þeirra, frá Ásthildi Lóu Þórsdóttur. Útbýtt á fundinum þingskjali 596 greiðslureikningar stjórnarfrumvarp, þingskjali 598 eignarhald í laxeldi, þingsályktun til að flutningsmaður Halla Signý Kristjánsdóttir og fleiri, þingskjali 599 sakavottorð barna, skriflegt svar dómsmálaráðherra, og þingskjali 600 byggðarlög í grennd við eldvirkjasvæði á Suðurnesjum, skriflegt svar dómsmálaráðherra. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Virðulegur forseti, í 58. grein þingskapalaga segir að í allt að hálftíma á fyrirfram ákveðnum þingfundum að jafnaði tvisvar í hverri starfsviku geti forseti heimilað þingmönnum að bera fram munnlega fyrirspurnir til ráðherra án nokkurs fyrirvara. Forsætisráðherra skal fyrir klukkan 12 á hádegi undanfarandi föstudag tilkynna forseta hvaða ráðherrar að jafnaði eigi færri en 3 verði til svara á þingfundum í næstu viku. Virðulegur forseti, við höfum rætt fjarveru ráðherra hér í þingsal áður, en nú ber svo við að það eru heimssögulegir viðburðir í gangi sem varðar alla íbúa jarðarinnar, en líka á margvíslegan hátt almenning á Íslandi. Á morgun háttar svo til að einungis tveir af 12 ráðherrum í ríkisstjórn Íslands treysta sér til þess að mæta hér við óundirbúinn fyrirspurnatíma. Það sætir furðu á slíkum tímum að það skuli ekki fleiri treysta sér til þess að koma hingað og svara þingmönnum og spurningum þeirra. Forseta var reyndar ekki kunnugt að slíkt mannfall hefði orðið í ráðherraliðinu varðandi morgundaginn, en forseti mun hins vegar taka það til athugunar hvort það hægt að bæta úr þessu þannig að það verði ekki færri en 3 sem verða til andsvara á morgun. En fundarstjórn forseta tekur til máls hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka málshefjanda fyrir að vekja athygli á þessu og fyrir að vekja athygli hæstv. Forseta á þessu sem virðist hafa tekið vel í þessa beiðni, og það bara vel. Ég vil hins vegar árétta að mögulega líka bara tilefni til þess að auka við getu stjórnarandstöðuþingmanna til þess að fara í óundirbúnar fyrirspurnir. Þessar reglur voru settar upp eins og þær voru settar upp þegar voru talsvert færri flokkar á þingi heldur en eru núna, og raunar mætti alveg íhuga að fjölga þeim fyrirspurnum sem að mega koma fyrir ráðherra, vegna þess að það vissulega mörgu að spyrja og mörgu að huga. Og þessi dagskrárliður með þeim mikilvægustu dagskrárliðum hér í þessum þingsal þar sem að stjórnarandstaðan sérstaklega og stundum stjórnarliðar fá tækifæri til þess að veita framkvæmdarvaldinu virkt aðhald í störfum sínum, og þar af leiðandi beini ég líka til forseta að íhuga hvort ekki megi auka við óundirbúnar fyrirspurnir og tryggja betri mönnun heldur en 3 af 12. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, þetta nú kannski endurtekið efni. Ég fletti upp og 20. janúar þá áttum við sambærilegt samtal við forseta vegna þess að aðeins 2 ráðherrar höfðu boðað sig í óundirbúnar fyrirspurnir daginn eftir. Þá bar svo við að forseti hafði orðið þess áskynja áður og farið að svo leitið við stjórnarráðið að manna dagskrárliðinn betur, en hafði fengið nei frá forsætisráðherra. Ég ætla bara að segja það sama og ég sagði hér 20. janúar, að við í stjórnarandstöðunni, örugglega öll sem eitt, stöndum með forseta í að fá
ráðherra til að mæta hér í þingsal til að svara spurningum þingmanna eins og þeim ber að gera. Og ef að forsætisráðherra bregst jafn illa við beiðni forseta þetta skiptið og hún gerði 20. janúar, þá stöndum við með forseta og Alþingi. Forseti vill nú geta þess að hann lítur ekki svo á að forsætisráðherra hafi brugðist illa við þeirri málaleitan sem átti sér stað þarna 20. janúar, en aðstæður voru með þeim hætti að ekki vera hægt að verða við þrýstingi af hálfu forseta að fjölga ráðherrum í óundirbúnum fyrirspurnum. Á því nokkur munur. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, fundarstjórn. Forseti, ég vil bæta aðeins við málflutning hv. þingmanns Þórunnar Sunnu Ævarsdóttur hérna áðan einmitt. Það ekki bara fleiri flokkar sem að fækkar þá í rauninni aðkomu hvers flokks að fundarleiðinum óundirbúnar fyrirspurnir, heldur eru líka fleiri ráðherrar. Það gerir það að verkum að það mæta kannski þó nokkuð margir ráðherrar hérna en margir fá ekki spurningar, einfaldlega út af því að dýptin í þessum fundaleið orðin mjög lítil núna með einmitt mörgum flokkum sem að jafnvel hafa svona upprunalega fyrsta áhuga kannski á að tala það sem kannski mest liggur á í dægur umræðinu hvert skipti. En áður þegar voru bæði færri ráðherrar og færri flokkar að þá var önnur og jafnvel þriðja fyrirspurnin frá sama flokk þá til annarra ráðherra ákveðna dýpt í umræðuna. Og mér finnst skorta einmitt þessa dýpt í umræðuna og til viðbótar við það einmitt dýptin í því að ráðherrar svari fyrirspurnum. Þá tekur til máls hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson, fundarstjórn. Virðulegur forseti, ég bara taka undir með þessum á undan hafa komið. Ég kom hérna síðast líka og ég held þetta sé bara því að kenna að skammtímaminni ríkisstjórnarinnar svona lítið vegna þess að þetta stutt síðan það var síðast. En kannski aðalatriði það að á sama tíma og þeim hefur fjölgað ráðherrum þá fækka þeim sem vilja koma. Það þá bara ekki að fækka ráðherrum og þá koma fleiri ráðherrar aftur. Þá tekið fyrir fyrsta dagskrármálið störf þingsins og til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég ætla að gera umtalsefni mínu viðtal sem ég hlýddi á í morgun í Bítinu þegar að kona búsett utan á landi var í viðtali og lýsti vanlíðan og áhyggjum sínum og fjölskyldu sinnar vegna barns síns sem á við virkilega mikla erfiðleika, andlega erfiðleika að stríða, hefur verið í miklum sjálfsskaða og íslenska kerfið eins og venjulega ekki að virka. Við eigum hér barnamálaráðherra, virðulegi forseti, sem að í rauninni þeytti hér Framsóknarflokknum upp til skýjanna í síðustu kosningabaráttu af kjörorðinu það að efla mannauðinn, að fjárfesta í mannauðnum og að vera barnamálaráðherra sem ætlaði að bæta úr öllu fyrir börnin okkar. En hér mismunun algjör, mismunun algjör á því hvort þú býr út á landi eða ekki út á landi og jafnvel þó að foreldrarnir séu ítrekað að koma til Reykjavíkur með bráðainnlögn fyrir barn sem verið með þennan sjálfsskaða að þá aldrei nóg að gert og vanlíðan barnsins heldur áfram. Nú svo komið að þessi fjölskylda, hún sér engin önnur úrræði heldur en að fara til Hollands með barnið sitt vegna þess að þar hægt að finna úrræði. Þau þurfa að fara til Hollands með barnið sitt til þess að fá fyrir það viðunandi hjálp, til þess að bjarga litlum 13 ára dreng frá sjálfsskaða. Svona Ísland í dag. Og virðulegi forseti, ég fordæmi heilbrigðiskerfi sem tekur ekki utan alla þá sem þurfa á því að halda. Hvað þá þegar þörfin eins brýn eins og raun ber vitni, samanber það samtal sorgmæddrar áhyggjufullrar móður sem ég hlýddi á í Bítinu í morgun. Og ég kveð ykkur alla og öll til að hlusta á þetta viðtal. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson.
Forseti. Hugur minn allur í Úkraínu eins og en því miður þá þurfum við að sinna öðrum störfum líka, hvort sem við viljum sinna heimsmálunum eða öðru, og nú í gangi sala á Íslandsbanka, áframhaldandi sala á Íslandsbanka. Á fundi fjárlaganefndar í morgun voru Gylfi Magnússon, Jón Þór Sturluson og Jón Daníelsson sem minntust á svona ýmis atriði sem væri vert að skoða, og sérstaklega með tilliti til svona þeirra spurningar sem ég var með vegna til dæmis fyrri sölunnar, þar sem ég að spyrja það hvað svona eðlilegt fyrirkomulag á svona frumútboði. Það dálítið mikilvægt að hafa þetta í huga og skilja þetta. Það eðlilegt að það sé á pínulitlu svona kannski undirverði þegar verið að selja, og markmið þess sem að selja, til dæmis eins og Íslandsbanka, að andvirði eignarinnar aukist í kjölfarið. Það yfirlýst markmið. Það viljandi reynt að hafa það þannig, og þegar maður spyr hversu mikið væri svona eðlilegt áður en að maður fer að svona klóra sér hausnum með hækkunina og hún sé orðin of mikil. Það að segja, ef ég var að selja bílinn minn og ég myndi selja hann á 1.000.000 á einhverjum, algjör drusla, hann myndi aldrei seljast á því verði, og einhver myndi kaupa hann á 1.000.000 og selja hann strax á 1,6 milljónir. Var ég ekki bara svona, afsakið. Ég klúðraði þessu, ég hefði getað selt bílinn minn miklu hærra verði. Þannig þetta nákvæmlega með sölu Íslandsbanka. Hann var seldur á 60% hærra verð heldur en hann var þegar hann var seldur. Og umsagnaraðilar sem komu í fjárlaganefnd og fjalluðu þetta miða svona við kannski 10% hækkun. Þá væru allir ánægðir, bæði kaupendur og seljendur. Ekki 60% hækkun. 60% hækkun. Þá eru við, ríkissjóður, sameign okkar allra hérna, að bókstaflega gefa þessa eign til annarra. Það tekur máls hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti, Íslendingar hafa ekki farið vanhluta af þeim áhrifum sem kórónuveirufaraldurinn hafði á þjóðina og efnahagslíf hennar. Það var því vonarneisti í augum okkar þegar allar takmarkanir í samskiptum höfðu verið afnumdar og lífið að færast í eðlilegt horf. Við vorum bjartsýn að ráðast á innflutta verðbólgu sem sett hafði framleiðslu og kostnað upp úr öllu valdi og skaðað afkomu heimilanna. Á sama tíma orkuverð hafði hækkað um allan heim og nágrannalöndin okkar berjast við háa orku- og framleiðslukostnað og Íslendingar við stöðugt orkuverð. Auðvelt að taka þessa einstöku stöðu Íslands sem sjálfsögðum hlut og veita því litla athygli hve rík við erum af náttúrulegum auðlindum. En þegar á hólminn komið það fyrst og fremst náttúruauður Íslands sem heldur uppi efnahagslífi og samfélaginu í heild. Virðulegur forseti, en blíðan eftir COVID var skamminn, það skall á stríð. Afleiðingar COVID-19 og stríðsins í Úkraínu efnahagslífi heimsins og eftir að verða mikilvæg áminning okkar stöðu. Mikilvægi íslensks landbúnaðar og náttúruauðlinda og nauðsyn þess að sjálfbærni Íslands að þessum sviðum sé tryggð. Við sáum það í COVID-faraldrinum að við getum ekki ávallt stólað aðrar þjóðir með allar okkar þarfir. Fyrirséð að stríð í Úkraínu mun hafa gríðarleg áhrif á orkukostnað allan heim. Hröð orkuskipti hafa aldrei verið mikilvægara en nú. Í ljósi núverandi aðstæðna á heimsmarkaði það því algjör forgangsatriði að setja orkuskipti í forgang og sjálfbærni Íslands í fyrirrúm. Virðulegur forseti, við höfum ekki áður staðið frammi fyrir þeirra augljósu kostum að nýta auðlindir okkar til að skapa störf, framleiða verðmæti sem undirstöðu velferðarinnar í landinu, eins og nú. Leið og við stöndum með bandamönnum okkar styrkju viðskipti víða um heim aldrei mikilvægara en að standa vörð um sjálfbærni innlendrar matvæla og orkuframleiðslu. Sjálfbærni í orku, matvæla og fæðuöryggi og yfirráðum yfir auðlindum okkar leiðir ávallt af sér sjálfstæði. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, við höfum séð mjög falleg samstöðu mótmæli með borgurum í Úkraínu fyrir utan sendiráð Rússlands. Við höfum fylgst með ákveðinni aðdáun, minnst okkar svo sem hér stendur, hvernig mótmælendur í Rússlandi mótmæla stríðinu í Úkraínu þrátt fyrir að eiga vissa yfir höfði sér handtöku fyrir að lýsa skoðunum sínum fyrir að mótmæla. Ímyndum okkur hins vegar að þessir mótmælendur sem stóðu fyrir framan sendiráðið í Rússlandi
fyrir framan rússneska sendiráðið hefði fengið þau fyrirmæli frá lögreglu að færa sig í burt. Færa mótmælin annað, þau væru fyrir. Rússneska sendiherranum þætti þetta óþægilegt og hann vildi helst að þau myndu bara fara. Og þegar að mótmælendur hefðu ekki brugðist vel við, þar segja hefðu bara ekki farið, þá hefði lögreglan handtekið alla þessa mótmælendur fyrir að hlýða ekki fyrirmælum lögreglu. Að gera svo vel að fara. Hætta að trufla rússneska sendiherrann. Þetta er hægt á Íslandi í dag. Þetta hefur einn maður raunar upplifað fyrir framan annað sendiráð í tvígang. Það var hins vegar ekki rússneska sendiráðið, heldur var það bandaríska sendiráðið. Þar sem einn maður stóð með skilti og var að mótmæla stríðsrekstri Bandaríkjamanna. Hann var beðinn að færa sig, þrátt fyrir að valda engum ama nema kannski einhverjum sjónrænum ama fyrir sendiherra Bandaríkjanna. Og þegar hann færði sig ekki, þá var hann handtekinn og hann var að lokum dæmdur fyrir að hafa ekki hlýtt fyrirmælum lögreglu að færa sig. Þetta hefur gerst í tvígang nýlega á Íslandi. Þetta er gallið við 19. grein lögreglulaga. Hann brýtur á rétti fólks til friðsamra mótmæla. Ég er með í vinnslu mál sem að tekur á þessu. Ég hvet allra háttvirta þingmenn til þess að tryggja það að við fáum áfram að mótmæla fyrir framan sendiráð án truflana lögreglu. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Eva Dögg Davíðsdóttir. Virðulegi forseti, í minni allra fyrstu ræðu hér í þessum ræðustól vakti ég athygli á löngum og ófyrirsjáanlegum biðtíma transfólks eftir kynleiðréttingaraðgerðum. Þessari umræðu fylgdi ég eftir með skriflegri fyrirspurn til skriflegs svars til hæstvirts heilbrigðisráðherra. Í síðustu viku kom svarið við þeirri fyrirspurn og ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svörin. Þau varpa enn frekari ljósi á vandann en samkvæmt svörum ráðherra er meðaltalsbiðtími þeirra sem voru á biðlista eftir stærri kynleiðréttingaraðgerðum 16 mánuðir. Síðasta spurning fyrirspurnarinnar var á þessa vegu með leyfi forseta. Stendur til að breyta forgangsröðun kynleiðréttingaraðgerða þar sem ljóst er að þær eru lífsnauðsynlegar þeim sem þær þurfa. Spurningin vísar beint í orðræðu hagsmunasamtaka transfólks allan heim sem hafa endurtekið tjáð sig opinberlega þá djúpstæðu vanlíðan sem ófyrirsjáanlegur biðtími veldur og hættuna á sjálfsskaða og jafnvel sjálfsvígum á þessu viðkvæma tímabili þegar beðið er eftir aðgerð. Í svari ráðherra við þessari spurningu segir, með leyfi forseta, allar aðgerðir eru taldar nauðsynlegar. Biðlistar Landspítala, þar með talið fyrir aðgerðir sem tengjast kynleiðréttingu, eru háðir sífelldri endurskoðun. Áætlanir eru gerðar aðgerðir en þar sem Landspítalinn er bráðasjúkrahús getur það skipulag farið úr skorðum vegna bráðra aðgerða sem eðli máls samkvæmt hafa forgang. Ég viðurkenni að svarið er ekki það sem ég hafði vonast eftir og ég vil nýta þennan vettvang til að undirskriftrika alvarleika málsins. Því við verðum að svara ákalli transfólks að skilgreina kynleiðréttingaraðgerðir sem lífsnauðsynlegar. Orðtakið ekkert okkur án okkar er oft notað í samhengi hagsmunabaráttu hvers konar. Ákvarðanir sem varða jaðarsettan hóp eins og raunin er hér eiga að taka tillit til þeirra lifuðu reynslu sem sá hópur býr yfir. Mér finnst þetta svar og þessi afstaða ekki hafa það að leiðarljósi og ég vona enn að þessu verði breytt og að forgangsröðun kynleiðréttingaraðgerða verði endurskoðuð. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, í fyrsta lagi þá verð ég að ávarpa hina hörmulegu og tilefnislausu innrás Rússa í Úkraínu. Hugur minn og hjarta er hjá fólkinu í Úkraínu og það er þungt ský yfir okkur öllum. En ræða mín á þessu efni snýr að öðru. 10. hver 19 ára Íslendingur er hvorki með atvinnu né í námi. Hlutfall erlendra ungmenna hér utan náms og atvinnu er svo ennþá hærra, eða 13,5%. Fréttir stöðu ungmenna á Íslandi sýnir hve alvarleg staðan er. Hlutfall ungmenna ekki í námi eða starfi hefur hækkað á undanförnum missum samkvæmt gögnum frá Hagstofu. Hvað snýr að náminu reynast tölunar einnig frekar sláandi. 31% drengja og 22% stúlkna falla úr framhaldsskóla og meðal innflytjenda
er hlutfallið 62%. Herra forseti, hvað veldur? Aðstæður á vinnumarkaði eru svo þannig að hátt í 6.400 einstaklingar á atvinnuleysisskrá á síðasta ári höfðu einungis lokið grunnskólanámi eða sambærilegri menntun. Og nánast þriðjungur þjónustuþega hjá VIRK er undir 30 og hafa 35% þjónustuþega VIRK lokið grunnskólaprófi. En til þess að komast í virkniúrræði þá þarftu auðvitað að stíga þann þröskuld að leita fyrst til læknis og fá þaðan beiðni starfsendurhæfingu. Skref sem reynist mörgum bara óyfirstíganlegt. Stjórnvöldum ber að bregðast við þessu. Allar rannsóknir sýna því lengur sem fólk er frá vinnumarkaði og dettur í minni virkni og óvirkni því erfiðara er að fara aftur inn. Ef ekkert er að þessum málum gert, stefnir í mikinn kostnað fyrir samfélagið allt og mikinn skaða fyrir einstaklingarna sjálfa. Virðulegur forseti, framtíðin er undir. Það er ekki nóg að segja bara unga fólki sé framtíðin. Heldur þurfa aðgerðir að fylgja og nú þarf að stokka upp í menntamálum. Tekur til máls hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Jóhann Friðrik Friðriksson. Virðulegi forseti, ég hef ekki nokkra trú á því að rússneskur almenningur sé sammála stríðsrekstri stjórnvalda í Úkraínu. Hér á landi búa íbúar sem koma frá Rússlandi og Úkraínu. Suma þekki ég persónulega og staðan er þannig að ástandið er mjög íþyngjandi. Það er eðlilegt að þetta fólk finni fyrir kvíða. Fordæming mín og innrás stjórnvalda í Rússlandi beinist fyrst og fremst að stjórnvöldum þar í landi, enda skil ég ekki með nokkru móti hvernig hagsmunir almennings í Rússlandi geta farið saman með þeim hörmungum sem nú dynja á úkraínskum saklausum borgurum. Við Íslendingar höfum átt samstarf við Rússland á ýmsum sviðum gegnum tíðina og sú breytta mynd sem nú blasir við er líkleg til þess að hafa neikvæð áhrif á slíkt samstarf, jafnvel áraraðir. Ekki kallaði á innrás í Úkraínu nema þrá þeirra þjóðar fyrir lýðræði, frelsi og mannréttindum. Fjöldi þeirra íbúa í Úkraínu sem velja nú að flýja land eykst með hverjum deginu sem líður. Viðkvæm staða þeirra blasir við. Virðulegi forseti, heimabæri minn Reykjanesbær hefur unnið lengi með stjórnvöldum að málefnum fólks á flótta og ég vil eindregið hvetja önnur sveitarfélög á landinu til þess að lýsa yfir vilja sínum til þess að taka við fólki í neyð. Sveitarfélögin í landinu eru sterk og halda þétt utan íbúa sína og veita öfluga þjónustu í nærumhverfinu. Því vil ég segja, virðulegi forseti, ég skora á alla kjörna fulltrúa í sveitarstjórnum land allt. Opnum faðminn, veitum skjól, því nú er kominn tími til þess að öll sveitarfélög á landinu stígi upp og komi til verndar. Tekur til máls hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, allsherjar hernaðarárás Pútíns og hans fylgjenda á Úkraínu er ógn við frið og stöðugleika í Evrópu allri. Það að ráðast inn í frjálst og fullvalda ríki er ógn við heimsmynd okkar og skýrt brot á alþjóðalögum. Hugur okkar er hjá úkraínsku þjóðinni sem á þola hryllilegar og grimmilegar sprengjuárásir frá hersveitum Rússa. Þessar tilhæfulausar árásir Pútíns sem hafa í för með sér mannfall og tjón meðal almennra borgara og reka gríðarlegan fjölda fólks á flótta sýna að stjórnvöld í Rússlandi bera enga virðingu fyrir mannslífum og rétti fólks til frelsis og lýðræðis. Rússneski herinn er við það að yfirtaka Kív, höfuðborg Úkraínu. Trúfesta og seigla úkraínsku þjóðarinnar er aðdáunarverð, en því miður eru allar líkur á því að innan fárra daga eða klukkustunda verði borgin blóðbað eitt. Eina raunhæfa leiðin til að verja Úkraínu er að Pútín einangrist og að stuðningsmenn hans snúi við honum baki. Að hermenn rússneska hersins átti sig á því að þeir eru að berjast við bræður sínar og systur, saklaust fólk sem hefur ekkert til þess unnið að þurfa að standa vörð sjálfstæði þjóðarinnar sinnar og þess vegna leggi hermennirnir niður vopn sín.
Rödd allra sem aðhyllast mannréttindi, frið og að alþjóðalög séu virt og samstaða okkar er eina leiðin til að ná því fram. Ég styð Úkraínu. Þá tekur til máls 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, rétt eins og hjá öðrum er hugur minn hjá Úkraínu. Bæði þeim milljónum sem búa við erfiðar aðstæður innan Úkraínu, mörg hver að fela sig í kjöllurum til að verjast sprengjuregni og jafnvel að eignast börn í neðanjarðar lestargöngum. Og einnig þeirra bráðum milljón manns sem þegar hafa flúið landið og þeirra milljónar sem eru að reyna að flýja landið. Það að flýja er eitthvað sem fá okkar vita hvernig er. Það að geta ekkert tekið með sér nema kannski barnið þitt og líf. Við sem höfum starfað með fólki á flótta erum að upplifa fordæmalausa neyð. 220 milljarðar er það sem að Sameinuðu þjóðirnar hafa óskað eftir til stuðnings bara til að byrja neyðarstarfið. 220 milljarðar íslenskra króna. Og það er mikilvægt að við Íslendingar sem virkir þátttakendur í alþjóðasamfélaginu bregðumst fljótt og markvisst við. Mig langar að byrja á því að þakka utanríkisráðherra, hæstvirtum, fyrir að veita strax 1 milljón evra til þessara mála. Það er góð byrjun, en nú er komið að því að við öll, stjórnvöld, almenningur, fyrirtæki og félagasamtök sýnum mannúð í verki. Sýnum hana ekki bara í orði, heldur líka í borði og sýnum að við styðjum fólkið í Úkraínu eða eins og þau sjálf segja með leyfi forseta, Slava Ukraini. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir. Hæstvirtur forseti, stríð er hryllingur sem kippir grundvellinum undan tilveru fólks. Það deyðir og það eyðir og það limlestir, það rekur óbreytta borgara á flótta, rústar barnæskunni og öllum draumum frið og velsæld. Og það á við stríð, hvort sem að það er í Afganistan, Jemen, Sýrlandi eða Úkraínu. En nú er stríðið komið heim, það er á þröskuldi okkar af því að við búum í Evrópu og við skynjum það og upplifum það svo miklu sterkar en við gerum stríðin sem eru í öðrum heimsálfum. Fyrir því er mjög mannleg og skiljanleg ástæða en við skulum samt reyna að skilja að stríð er hryllilegt hvar sem það fer fram. Innrás Rússlands í Úkraínu markar þáttaskil í sögu Evrópu frá seinni heimsstyrjöld. Það liggur fyrir sem betur fer hefur nú náðst samstaða fordæmalausar viðskiptaþvinganir gegn Rússlandi, gegn einstaklingum í æðstu stöðum og ólígorkunum því að þeim þarf vissulega að ná. Við verðum að spyrja okkur hvort að þær dugi af því að Pútín er ekki vinalaus. Heimsveldið Kína er á gula takkanum eins og þar stendur þegar kemur á Pútín og þaðan mun hann fá sínar bjargir þegar að á reynir. En efnahagslegar þvinganir þær verða að bíta og við sem að hér búum í frjálsum ríkjum Vestur-Evrópu þurfum líka að gera okkur grein fyrir því að við þurfum að greiða fórnarkostnað af efnahagsaðgerðunum af því að þær munu hafa bein áhrif á kjör okkar, viðskiptakjör, verðbólgu og efnahagsumhverfi og það er eins gott að við byrjum strax að huga að því og stöndum í lappirnar og verðum ekki stödd þar eftir hálft ár eða svo, vonandi verður stríðinu löngu lokið þá, að við verðum farin að barma okkur undan því að þurfa að grípa til þessara aðgerða. Nú þarf að standa í lappirnar, nú þarf að standa við stóru orðin
og það þarf að búa sig undir það að þetta stríð standi lengi og að við þurfum að standa gegn því mjög lengi. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, eldflaugaárás rússneska hersins á minnisvarða fjöldamorðin í helförinni er stórfurðuleg árás. Því rússneska þjóðin ætti svo sannarlega að halda í og muna helförina og hvað nasisminn gerðu þar. Við megum ekki láta söguna endurtaka sig og verðum að muna að stríð með tilheyrandi ofbeldi leysir ekkert. Stríð og ofbeldi því tengt bitna verst á þeim sem sískildi, börnum, fötluðum, veiku fólki og skilur bara eftir sig eymd og eyðileggingu. En ofbeldi birtist í ýmsum myndum. Afleiðingar þess er oftast líkamlegar og andlegt tjón þeirra sem sískildi. Fjárhagslegt ofbeldi veldur andlegu og líkamlegu tjóni og þeir sem verða fyrir því geta orðið fyrir óbætanlegu tjóni. Hvaða afleiðingar hefur það fyrir fjölskyldu þar sem margir þurfa á lífsnauðsynlegum lyfjum að halda ef hún hefur ekki efni á að leysa þau út? Jú, það getur valdið einstaklingu í fjölskyldunni óbætanlegu andlegu og líkamlegu tjóni, jafnvel sett þau í þá aðstöðu að verða að velja á milli þeirra það hver er í forgangi og hver ekki. Hvaða afleiðingar hefur það ofbeldi að fólk eigi ekki fyrir mat svo dögum saman í hverju viku eða hverju mánuði eða svo ári skiptir? Jú, andleg og líkamleg heilsa þeirra mun hraka og valda þeim og samfélaginu óbætanlegum skaða. Þetta er svo fámennu hópur sem í þessu aðstöðu segja stjórnvöld ítrekað, en hvers vegna gera þeir ekkert í þessu máli? Ekki á kostnaðinn að stöðva stjórnvöld ekki á kostnaðinn að stöðva stjórnvöld í að koma þessu í lag. Því þetta eru svo fáir. Eða er það þess vegna sem þau vilja ekkert gera? Eða er ástæðan einhver önnur? Svarið því stjórnarliðar eða verður andleg og líkamleg tjón þeirra verst settu í þessari ömurlegu stöðu áfram óbreytt út kjörtímabilið. Máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég kem hingað að fundi sem að Miðflokkurinn stóð fyrir og hélt með 2 úkraínskum konum sem að hafa búið hér nokkurt skeið, önnur þeirra í 20 ár og er kennari í Hafnarfirði. Þetta voru þær Tanja og Valería sem að lýstu ástandinu í Úkraínu og stöðu frændfólks síns og vina þar í landi og auðvitað er það alltaf sérstaklega tilfinningaríkt þegar maður heyrir sögurnar beint frá fólki sem að upplifir hlutina sjálft eða í gegnum nákomna. En þær upplýst okkur það að Úkraínumenn hér á landi og fólk af úkraínskum ættum heldur vel saman og mun núna opna hópinn fyrir Íslendingum sem að hafa áhuga á að taka þátt og aðstoða Úkraínu. Það er einnig til hópur sem að heitir Íslendingar fyrir Úkraínu, heldur meðal annars úti Facebook síðum. Og ég hvet fólk til þess að kynna sér þetta starf og setja sig í samband við þetta fólk því að það munar ótrúlega mikið að komast í bein samskipti við fólk sem er að ganga í gegnum slíka erfiðleika, bæði fyrir okkur að kynnast í að nánar hvað þarna að vera, en einnig fyrir fólk að skynja maður og mann, persónulegan stuðning. Og það eru ýmsar leiðir sem að Íslendingar geta beitt bæði í gegnum hjálparsamtök og beint í gegnum þessa hópa til þess að styðja einstaklinga í Úkraínu. Þannig að ég vildi hvetja hv. þingmenn og aðra sem að hlýða á til að kynna sér þetta, Íslendingar fyrir Úkraínu og þessi hópur Úkraínumenn á Íslandi sem að hyggst nú opna hópinn fyrir Íslendingum sem hafa áhuga á að kynna sér málið nánar og veita aðstoð. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Dagbjört Hákonardóttir. Herra forseti, í umræðunum í þinginu hef ég skynjað mikilvæga og breiða samstöðu á meðal kjörinna fulltrúa ótvíræðan stuðning við stjórnvöld í Úkraínu og algjöra höfnun á þeirri óöld sem rússnesk stjórnvöld hafa boðið okkur upp á. Á undanfarnum dögum hefur svið alþjóðastjórnmála tekið fordæmalausum breytingum
á ógnarhraða. Stríðið í Úkraínu er ekki borgarastyrjöld, það er utanaðkomandi árás annarrar þjóðar. Þjóðar sem svífst einskis, þjóðar sem á landamæri á norðurslóðum, sem og á loft- og landhelgi Íslands og hefur gengið svo langt að reyna að gera tilkall til norðurpólsins. Skýr afstaða Íslands í samfélagi frjálsra lýðræðisþjóða hefur aldrei verið mikilvægari. Við hljótum að draga þann lærdóm að vera Íslands í NATO er og verður lykilþáttur íslenskrar varnarstefnu og hvað sem öðru líður þarf að viðhafa í eyríki á norðurslóðum. Og réttir þó að benda á að mikilvægasti vettvangur þjóðar sem telur sig vilja viðhalda friði umfram allt er Evrópusambandið. Aldrei hefur samstarf Evrópuþjóða sannað gildi sitt gagnvart nágranna sem er ógnað, líkt og nú. Virðulegur forseti, máltakið megir þú lifa á áhugaverðum tímum hefur því miður raungerst fyrir manneskju sem hefur aðeins lifað friðartíma. Það er þó ekki nóg fyrir ríkisstjórn að þing að sammælast mikilvægi friðs, heldur líka þær leiðir sem við viljum hafa til þess að ná honum og viðhalda honum. Og sem frjálslyndur jafnaðarmaður tel ég óraunhæft og óæskilegt að reyna að ná honum með öðrum hætti en innan vébandara evrópskra lýðræðisþjóða innan Evrópusambandsins. Og því skal haldið til haga að setjandi ríkisstjórn er að mig vitandi ekki á sama máli. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, valdarsjúkir og veruleikafirrtir stjórnmálaleiðtogar eru hættulegir saklausu fólki. Þeir eru hættulegir heiminum og okkur ber skylda til að bregðast við af fullum þunga, til að verja borgara Úkraínu og til að verja vestræn gildi lýðræði, mannréttindi og frelsi. Þvingunaraðgerðum er ætlað að snúa við hagsmunamati þeirra sem telja stríðsátök einu leiðina til að ná markmiðum sínum. Og til þess þurfa þær einfaldlega að skila umtalsverðu tjóni á viðskiptahagsmunum. Þvingunaraðgerðir af þessari stærðargráðu hafa ekki verið virkjaðar til þessa vegna skorts á vilja og vegna hræðslu við afleiðingar heima fyrir. Það er ekki hjá því komist, eigi efnahagsþvinganir, líkt og nú er talað að gera gagn, eigi þær að stöðva Pútín Rússlandsforseta, þá muni þær hafa afleiðingar fyrir almenna borgara og ekki bara í Rússlandi. Í alþjóðavænum heimi eru hagsmunir þjóða samofnir. Frjáls samskipti á milli þjóða hafa verið grunnur velmegunar og hagsælda þróunar síðustu áratugi. Ef við leyfum Pútín að rústa þeirri þróun mun að verða okkur verulega dýrkeypt til lengri tíma litið. Spurningin er, hvað er ásættanlegur kostnaður til að viðhalda þessu alþjóðakerfi frjálsra samskipta sem hefur verið byggt upp eftir síðari heimsstyrjöld? Hvað má það kosta fyrirtæki og heimili í hinum vestræna heimi og hvað vegur sá skammtíma kostnaður á móti þeirri áhættu að leyfa Pútín að grafa undan vestrænum gildum mannréttindi, frelsi og lýðræði? Þetta er lykilatriði fyrir þjóðir heimsins. En þetta er ekki síst lykilatriði fyrir Ísland sem á allt sitt undir því að alþjóðalög séu virt og landamæri þjóða séu örugg. Og tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, stríð valdhafa í Rússlandi gegn Úkraínu er stríð gegn Evrópu. Valdhafinn og einræðisherrann Pútín lýgur að eigin þjóð og alþjóðasamfélaginu. Honum má aldrei takast að sundra samstöðu Vesturlanda. Alþjóðlegar efnahagsrefsingar gegn Rússum verða að vera mjög harkalegar. Það duga engin vettlingatök. Herveldi sem ræðst inn í sjálfstætt og fullvalda ríki í Evrópu og ógnar það með friði í allri álfunni er herveldi sem enginn getur treyst. Næst gæti það verið Pólland eða Finnland. Stríðið í Úkraínu sýnir fram á mikilvægi NATO og sannar tilgang þess sem varnarbandalags. Nú sem aldrei fyrr þarf Ísland að standa við skuldbindingar sína gagnvart NATO og tryggja að hér sé ávallt til staðar sú aðstaða fyrir varnarviðbúnað sem gæti skipt okkur sköpum á örlaga stundu. Gleymum því ekki að Rússar voru fyrir skömmu með heræfingar undan ströndum Írlands í óþökk Íra. Engin leið er að sjá hvernig atburðarásin verður næstu daga í Úkraínu
Miklar líkur eru þó á því að örlagastund muni brátt renna upp. Upphafið að endalokum Úkraínu sem frjálst og fullvalda ríkis gæti verið á næsta leyti. Það má hinn frjálsi vestræni heimur aldrei sætta sig við. Atburðarásin í Úkraínu verður ekki stöðvuð með orðum. Orðum verða að fylgja efndir. Veita á Úkraínu hraðferðin í Evrópusambandið, umsóknina á ekki að setja niður í skúffu. Á örlagastundu þegar framtíð Evrópu í húfi má aldrei hika. Almenningur í Rússlandi vill ekki stríð. Ég vona svo sannarlega að rússneskur almenningur rísi upp gegn stjórnvöldum í Kreml og dagar Pútín-stjórnarinnar heyri brátt sögunni til. Umræðum störf þingsins lokið og tekið fyrir háttvirtur þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir tekur til máls fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti. Á heimasíðu Útlendingastofnunar stóð allt fram til loka septembermánaðar síðastliðinn, með leyfi forseta: Alþingi hefur heimild til að veita íslenska ríkisborgararétt með lögum. Uppfylli umsækjandi ekki skilyrði sem sett eru fyrir veitingu íslensks ríkisborgararéttar í lögum nr. 100/1952 getur hann óskað eftir að umsókn hans verði lögð fyrir Alþingi. Umsóknir eru lagðar fyrir Alþingi tvisvar á ári, á vormánuðum og í desembermánuði. Umsóknarfrestur fyrir vorþing er til og með 1. mars og fyrir haustþing til og með 1. október ár hvert. Í dag er 2. mars. Það er búið að taka þessa tilkynningu af heimasíðu Útlendingastofnunar án nokkurs samráðs við þingið, eins og frægt er orðið. Og mér langar að spyrja hæstvirtan forseta hvort að nokkuð miði í hans tilraunum til þess að tryggja það að ríkisstjórnin sýni Alþingi þá virðingu sem henni ber. Forseti vill nú geta þess að miðað við upplýsingar forseta hefur nú einhver þróun orðið í þessum málum, þannig að undirnefnd allsherjarnefndar hafi haft fengið til meðferðar mál til umfjöllunar, en forseti fylgist að sjálfsögðu áfram með þessu. Háttvirtur þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir tekur til máls fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti. Það að Útlendingastofnun, undirstofnun hæstvirts ráðherra dómsmála, hafi tekið það upp hjá sjálfri sér að breyta verklagi sem að Alþingi hefur umsjón með og yfirsjón sýnir hversu veikt þingið gagnvart framkvæmdarvaldinu. Það að við komum hérna upp trekk í trekk til þess að biðla til hæstvirts forseta að tryggja það að Útlendingastofnun uppfylli lagalegar skyldur sínar gagnvart þinginu og að við fáum ekki meira til baka heldur en að forseti fylgist áfram með þróun mála, eins og þetta sé eitthvað náttúrufyrirbrigði sem að við fylgjumst með úr fjarska, sýnir bara hversu veikt þingið gagnvart framkvæmdarvaldinu. Þessu þarf að breyta, hæstvirtur forseti, og ég kalla eftir því að forseti standi með þinginu. Til máls tekur fundarstjórn forseta háttvirtur þingmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil taka eindregið undir orð þeirra tveggja þingmanna sem að töluðu hér á undan mér. Mér skilst að það er ekkert vitað hvað verður með umsóknir ríkisborgararétt þær sem að bárust eftir 1. október. Og þetta er ekki bara bagalegt, þetta er hneisa og þetta er alvarlegt fyrir þingið. Við viljum að við séum tekin alvarlega og þá þurfum við stuðning forseta þingsins til þess að svo verði. Og ég veit ekki betur en svo að allir flokkar á þingi hafi tekið undir þessa ósk nema einn stjórnarflokkur. Þannig að ég vil hvetja hæstvirtan forseta, það er margt undir hér, ekki bara virðing þingsins, heldur einstaklingar
sem þurfa eðlileg svör, að sjá það að við sýnum mennsku og mannúð í umfjöllunum hjá þeim einstaklingum sem sækja hér íslenskar ríkisborgararétt. Við verðum að fylgja eftir okkar umhverfi, reglum og svo framvegis, og þá verður þingið að geta sinnt sinni skyldu þegar að því kemur. Ég vil brýna þetta við hæstv. Forseta og hvetja hann til dáða. Við þurfum á þínum stuðningi að halda. Máls tekur fundarstjórn forseta öðru sinni, hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, bara til þess að upplýsa stöðuna, þá hún svo sama. Hún var hér í janúar. Hún er þannig að Útlendingastofnun neitar að afhenda þinginu þau gögn sem að þinginu eru nauðsynleg til þess að vinna sína vinnu, og ennfremur þá neitar Útlendingastofnun samkvæmt fyrirmælum ráðherra, hæstv. ráðherra, dómsmálaráðherra, að vinna samkvæmt verklagi sem Alþingi hefur ákveðið afgreiðslu þessara umsókna. Og staðan í dag er sú að fólk sem ætlar að sækja til þingsins, það veit ekki hvort að það eigi að gera það, það veit ekki hvenær það á að gera það, það veit ekki hvað verður umsóknina. Ég fæ ítrekað þá spurningu hvort að ef að fólk sækir til þingsins, hvort að þingið muni yfir höfuð fá umsóknina. Það er allt í óvissu. Og þetta er ekki vegna þess að nefndin hefur ákveðið að endurskoða fyrirkomulagið. Nefndin hefur ákveðið að endurskoða fyrirkomulagið. Þangað til að sú endurskoðun, þangað til þeirri endurskoðun er lokið, þá gildir það fyrirkomulag sem þingið hefur ákveðið og er búið að ákveða. Til máls tekur fundarstjórn forseta, hv. þingmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég vildi koma hérna upp vegna þess að ég held að við sjáum það öll að það getur ekki gengið þannig að þingmenn séu í þeirri stöðu dag eftir dag að koma hérna upp í fundarstjórn og einfaldlega óska eftir því að regluverkið og leikreglur á Alþingi séu virtar, að þingið sé í þeirri stöðu að það getur ekki sinnt sínum störfum, að þingmenn séu hér í þeirri stöðu að óska eftir liðsinni forseta þingsins það að fá að gera hvað? Vinna vinnuna sína, að fá gögn í hendur til að geta unnið vinnuna sína samkvæmt þeim reglum sem hér gilda. Og ég hefði nú haldið, af því ég veit að það er mikið uppáhaldsorð hjá hæstv. Dómsmálaráðherra, málsmeðferðartími. Næst vinsælasta orð hans held ég að sé skilvirkni. Hvernig getur það verið góð nýting á tíma þingsins, á góð nýtingu tíma Útlendingastofnunar eða ráðherrans sjálfs að við séum í þessu stappi á hverjum einasta degi? Til máls tekur hv. þingmaður Birgir Þórarinsson fundarstjórn forseta. Herra forseti, ég vil nú koma hér upp á mótmæla þessum málflutningi. Hér koma þingmenn upp og fara með staðlausa stafi og segja það hér blákalt að Útlendingastofnun neiti að afhenda gögn. Við erum búin að fá gögn, hv. þingmaður veit það. Hún veit það, við vorum að funda hér í morgun, fara yfir umsóknir, fara yfir umsagnir frá Útlendingastofnun og svo koma hér hv. þingmenn og segja að stofnunin neiti að afhenda þinginu gögn. Þetta er bara þvæla, þetta er bara algjör þvæla. Ég skil ekkert í hv. þingmönnum að koma hér upp aftur og endurtaka sömu vitleysuna. Þessi vinna er hafin, henni verður lokið núna í marsmánuði og þá verða þeir sem eru valdir að nefndinni, undir nefndinni, þeim verður veittur ríkisborgararéttur í frumvarpi hér eftir atkvæðagreiðslu. Þannig að það er ekkert að þessari vinnu núna og ég bið bara þingmenn að halda sig við sannleikann í þessu máli. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, þetta mál snýst það og hefur snúist það eins og ég hef skilið það allan tímann, að það er ráðherra sem ákveður að breyta verklagi Alþingis. Og það getum við, þingmenn, ekki sætt okkur við. Og Alþingi Íslendinga á ekki að sætta sig við slíka framkomu. Ráðherrar í ríkisstjórninni starfa í umboði Alþingis. Það er ekki öfugt. Og það er ekki þannig, og við megum aldrei sætta okkur við það,
að ráðherrar geti bara tekið sér völd þingsins í eigin hendur. Því hljótum við að mótmæla þangað til að hæstv. Ráðherrar og hæstv. Ríkisstjórn hefur áttað sig á hver munurinn á löggjafarvaldi og framkvæmdarvaldinu. Til máls tekur fundarstjórn forseta, hv. þingmaður Logi Einarsson. Herra forseti, hér kemur hv. þingmaður Birgir Þórarinsson að tala að fólk fari með ósannindi. Hann hefði nú kannski mátt segja söguna alla. Það eru vissulega komið gögn núna, en það búið að þurfa að slíta þetta út úr stofnuninni með töngum. Og það augljóst mál að það gert af fyrirskipan ráðherra. Og síðast þegar við vorum í fundarstjórn þetta mál, þá talaði ég þegar eitt mál og annað mál og það þriðja birtist á sama toga sem hefur engan annan tilgang heldur en að ganga gegn réttindum fólks sem hingað kemur, að þá eru það ekki 3 stök tilfelli, þá farið að teiknast upp munstur. Í nefndinni algjörlega skýrt að Sjálfstæðisflokkurinn einangraður. Það meirihluti þingsins fyrir að við höldum þessu verklagi sem við erum núna í og við munum þurfa að hafa hraðar hendur vegna þess að umsóknarfrestur fyrir umsóknir í vor, hann held ég að hafi liðið í gær eða fyrradag. Til máls tekur fundarstjórn forseta, hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, ríkisborgararéttur hornsteinn samfélagsins. Án fólksins þá væri ekkert Ísland. Það að veita fólki ríkisborgararétt eiginlega bara það fyrsta sem ríkið þarf að gera til að verða til. Nú man ég ekki stjórnarskrána alveg orðrétt, en ef ég man rétt þá stendur eitthvað á þá leið að útlendingi verði aðeins veittur íslenskur ríkisborgararéttur með lögum. Hins vegar var ákveðið á einhverjum tímapunkti í þágu skilvirkni að fólk sem ætti kannski auðveldast með að fá ríkisborgararétt vegna þess að það uppfyllti öll lagalegu skilyrðin, að það væri hægt að afgreiða það hjá stofnun. Það stjórnsýsluafgreiðslan sem mallar hjá Útlendingastofnun allt árið, en eftir standa einstaklingarnir sem eiga kannski ekki skilríki af því að þau brunnu í einhverju sprengjuárás í Sýrlandi, sem uppfylla kannski ekki skilyrði að hafa ekki þegið framfærslu sveitarfélaga vegna þess að þau komu hingað á flótta frá sama stríði, og þess vegna þurfum við þessa leið í gegnum þingið. Ef að trú Birgis Þórarinssonar, hv. þingmanns, reynist rétt og þingin að klára þetta í mars, þá það ársfjórðungi seinna en þetta fólk átti heimtingu á. Ársfjórðungsbið eftir grundvallarréttindum eitthvað sem við myndum ekki bjóða hvaða fólki sem upp á. Nei, þetta eru flóttamenn frá Mið-Austurlöndum. Forseti verður að vekja athygli hv. þingmanns á því að ræðutími hans var löngu liðinn og forseti hafði gefið ítrekað til kynna að ræðutíminn væri liðinn. Forseti verður að gefa ræðumönnum þann tíma sem þingsköp kveða á en þingmenn geta ekki tvöfaldað þann tíma þó þeir hætti ekki ræðu sinni. Þennan tón má taka við Útlendingastofnun. Forseti biður þingmenn að gæta orða sinna bæði úr ræðustól og af göngum þingsins. En til máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti. Hv. þingmaður Birgir Þórarinsson kom hérna upp og talaði að Útlendingastofnun hefði afhent gögn. Það ekki rétt nema hluta til. Útlendingastofnun hefur afhent gögn 30 umsókna af 170. Nú hef ég setið í þessari undirnefnd oftar en einu sinni, oftar en tvisvar sinnum. Og það hefur alltaf verið verklagið að við fáum allar umsagnir á sama tíma til þess að við getum afgreitt þær á nokkrum vikum. Það hefur síðan borið við að Útlendingastofnun mætir seinna og seinna með þessi gögn.
seinna og seinna til þingsins heldur en að þeim ber að gera. Gerir okkur erfiðara og erfiðara vik að vinna umsagnirnar. Og nú svo komið að þau þykjast ætla að láta okkur fá þær bara eftir eigin hentisemi. Það þingið sem ræður þessu verklagi, það ekki Útlendingastofnun og Alþingi, löggjafarþing sem leyfir svona ósvinnu að viðgangast, missir sjálfsvirðinguna á endanum. Þá tekið fyrir annað dagskrármálið, sérstök umræða, ástandið í Úkraínu og áhrifin hér á landi. Málshefjandi hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Hæstv. utanríkisráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir verður til andsvara. Hefst nú umræðan og til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, það hefur ríkt mikil samstaða hér á Alþingi og almennt á Vesturlöndum fordæmingu innrásar Rússlands í Úkraínu. En það mikilvægt að ræða viðbrögð og aðgerðir og hvernig þeim verði best háttað. Hvernig við bregðumst við stríðinu og afleiðingum þess og jafnvel breyttri heimsmynd til langs tíma. Fyrsta skrefið hlýtur að vera að veita eins mikla neyðaraðstoð og hægt senda hana beint til Úkraínu og bregðast við miklum straumi flóttamanna. En það rétt sem að hæstv. Dómsmálaráðherra hefur að nokkru leyti bent á að flóttamannakerfið hér og reyndar miklu víðar starfar ekki sem skyldi. Kerfi sem var hannað eftir seinni heimsstyrjöld til að takast á við tímabundin stríð og afleiðingar þess, ekki hvað síst í nágrannalöndunum, hefur ekki lagað sig að breyttum heimi á 21. öldinni. Nú, þegar við horfum fram á mesta fjölda flóttamanna í Evrópu frá lokum seinni heimsstyrjaldar, kallar það á hröð og afgerandi viðbrögð. Við þurfum að taka á móti flóttamönnum á Íslandi, en við þurfum líka að aðstoða í nágrannalöndum Úkraínu, þeim löndum sem að fólk þaðan leitar til í miklum mæli. Nú hafa 350.000 manns flóttamenn farið yfir landamærin til Póllands og menn geta rétt ímyndað sér hvort það sé ekki álag að taka á móti fjölda sem samsvarar allir íslensku þjóðinni á fáeinum dögum. Íslensk stjórnvöld ættu því að hugleiða að veita beinan styrk til þessara ríkja, hvað varðar til að mynda húsnæði og aðrar nauðsynjar. Kostnaðurinn við að leigja eða kaupa íbúð í Póllandi fjórðungur eða þriðjungur af því sem að hann á Íslandi og með slíkum stuðningi geta íslensk stjórnvöld veitt mikinn stuðning hlutfallslega. Stjórnvöld þurfa líka að tala skýrt þátttöku í varnarsamstarfi Vesturlanda, senda skýr skilaboð. Þar dugar ekki að vísa í óljóst orðalag stjórnarsáttmála. Við þurfum að vita hvernig stjórnvöld munu taka fyrirsjáanlegri beiðni NATO aukin umsvif hér á landi og aðrar ráðstafanir sem að fylgja þessari breyttu heimsmynd sem við horfum nú fram á. Og væri gott ef að ráðherra yrði afdráttarlaus það. Einnig væri gott að heyra mat hæstv. Ráðherra á því hvaða viðbótar ráðstafanir eru nauðsynlegar á sviði netvarna og í öðrum tæknilegum vörnum. Við þurfum líka að huga að orkumálum. Bandaríkjaforseti lýsti því yfir í gærkvöldi að þarlend stjórnvöld myndu losa verulegar umframbirgðir eða varabirgðir af olíu til að bregðast við ástandinu, en við þurfum að vera okkur sjálfum betur nóg orku hér á Vesturlöndum og þar á Ísland líka að leggja sitt af mörkum. Það kom fram í Morgunblaðinu í dag að Háskólinn í Helsinki segði að rússnesk stjórnvöld hefðu varið $95 milljónum í að styrkja samtök sem berjast gegn vinnslu gass og olíu í Evrópu.
Það er mikilvægt að þingið verði upplýst og taki þátt í umræðum aðgerðir sem gripið verður til vegna innrásarinnar, en þær aðgerðir hefur á langmestu leyti verið samstaða. Það er helst að maður velti fyrir sér hvort það sé rétt að loka á rússneska fjölmiðla. Ég hallast á því að það væri betra að við á Vesturlöndum getum sagt að hér leyfum við frjálsa umræðu, líka ruglið, á meðan að í Rússlandi er verið að loka fyrir ákveðna fjölmiðla. Ég held að við getum treyst borgurum okkar til þess að meta hvað er rétt og rangt og staðið vörð frelsið. Því að það sem að borgarar Úkraínu eru nú að gera er að verja frelsið, verja rétt þjóða til þess að hafa sín landamæri og stjórna sér sjálfar. Og það þurfum við að gera hér á Vesturlöndum líka. Við þurfum að minnast þess hvað skilaði okkur þeim árangri sem við höfum náð og vera reiðubúin til að verja það. Til máls tekur hæstv. Utanríkisráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir og hefur til þess 5 mínútur. Herra forseti, það er þungbært að stíga í pontu og ávarpa Alþingi af jafn alvarlegu tilefni nú þegar blóðugt innrásarstríð er hafið í Evrópu. Innrás Rússlands í Úkraínu er tilefnislaus, ólögmæt og grimmileg. Hernaðaraðgerðir sem Vladimír Pútín fyrirskipaði eru augljóst og gróft brot á alþjóðalögum og skefjalaus atlaga mannhelgi. Stríðsrekstur Rússa hefur kallað ómældar hörmungar yfir saklausa borgara í Úkraínu og er alvarlegasta ógn við frið og öryggi Evrópu svo áratugum skiptir. Þær tylliástæður sem Rússar hafa gefið fyrir innrásinni eiga enga stoð í veruleikanum. Hinn raunverulega undirrót hernaðarins má öllum vera ljós. Fyrir Rússlandsforseta vakir ekkert annað en að grafa undan þeim gildum sem að okkur eru dýrmætust: frelsi, sjálfsákvörðunarrétti, lýðræði og mannréttindum. Honum stendur engin ógn af frjálsum úkraínskum borgurum. Honum stendur engin ógn af varnarbandalagi sem Atlantshafsbandalagið er. Honum stendur ógn af því að fleiri séu frjálsir og lýðræði sé víðar og mannréttindi séu virt. Alvarleiki málsins endurspeglast í viðbrögðum alþjóðasamfélagsins. Friðelskandi þjóðir eiga engan annan kost en að bregðast við af fullri festu. Ríki heims hafa þegar gripið til harðari þvingunaraðgerða gagnvart árásaraðilanum en dæmi eru í seinni tíð. Stuðningur íslenskra stjórnvalda við Úkraínu er staðfastur og ótvíræður. Það er full eining innan ríkisstjórnar og á Alþingi og það þykir mér vænt um. Ekki bara sem utanríkisráðherra heldur sem almennum borgara þykir mér vænt um það. Í viðbrögðum okkar höfum við jafnframt verið samstiga vina- og bandalagsríkjum. Ísland tekur fullan þátt í víðtækum þvingunaraðgerðum gagnvart Rússlandi og við munum gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að svara ákalli úkraínsku þjóðarinnar aðstoð. Leið og fréttir bárust á innrásinni ákváðum við að veita þá þegar 150 milljónum króna til mannúðaraðstoðar vegna Úkraínu sem skiptist jafnt á milli Alþjóðaráðs Rauða krossins, Úkraínusjóðs samhæfingarskrifstofu Sameinuðu þjóðanna í mannúðarmálum og Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna. Og hér munum við sömuleiðis til viðbótar veita 150 milljóna króna framlagi sem mun skýrast á allra næstu dögum hvernig best er varið til þess að sinna brýnum mannúðarþörfum. Og ég get alveg tekið undir með hv. þingmanni að það þarf að vera svigrúm til þess að hlusta eftir því hvar þörfin er mest. Og þar sem þrýstingurinn er gríðarlegur við ákveðin landamæri, að þá kann að vera að það þurfa að vera forgangsatriði að hjálpa fólki, að hjálpa öðru fólki þar. Ákvarðanir frekari stuðning verða teknar eftir því sem málið vindur fram og blasir við að við munum bæði taka á móti fólki sem hingað kemur og aðstoða með þeim hætti sem við getum þar sem neyðin er mest. Við ætlum að leggja okkar að mörkum til viðbragða við því neyðarástandi sem innrásin hefur valdið, þar á meðal með móttöku flóttamanna. Við Íslendingar erum herlaus þjóð og oft er því bætt við að við séum friðelskandi og vissulega erum við það sem betur fer, en reyndin er sú að venjulegt fólk í öllum löndum er líka friðelskandi og hatar stríð. Og þetta á einnig og ekki síst við í löndum sem ekki geta kosið þann munað að vera herlaus.
Við getum leyft okkur að vera þakklát fyrir herleysið en við eigum ekki að gorta okkur að því. Ísland treystir nefnilega líka á hernaðarstyrk þegar á reynir til þess að tryggja frið og öryggi okkar. Úkraínska þjóðin hefur biðlað eindregið til ríkja heims að láta þeim í té hergögn og annan búnað sem geti gagnast til þess að verjast sókn Rússa. Og flesta grannþjóðir okkar hafa ákveðið að leggja þeim til vopn. Varnarbúnað, jafnvel þjóðir sem hingað til hafa ekki léð máls á að veita slíka aðstoð. Svíþjóð að gera það í fyrsta skipti í 83 ár. Evrópusambandið sem búið til utan frið að gera það. Þjóðverjar að gera það. Flestar þjóðir að gera það. Sem herlaust ríki getur við eðli máls samkvæmt ekki lagt fram hergögn eða annan sérhæfðan varnarbúnað, en við höfum svarað kalli úkraínsku þjóðarinnar liðsinni við birgðaflutning með því að leggja til afnot af fraktflugvél. Við höfum stutt við áætlun Atlantshafsbandalagsins og Úkraínu þróun sérfræðiþekkingar á sviði öryggis og varnarmála. Og ég vil undirstrika að þær aðgerðir sem hér ræðir miða alfarið að því að styðja við varnir og fullveldi Úkraínu. Og eins og hv. þingmaður nefndi að þá úkraínska þjóðin að berjast fyrir frelsi og ekki bara sínu frelsi, heldur líka okkar frelsi. Staðan uggvænleg. Við tökum skýra stöðu með vestrænum lýðræðisríkjum. Við vonumst til friðsamlegra lausna almennt í deilumálum og berum og viljum virðingu fyrir alþjóðlegum og mannréttindum og þjóðaröryggisstefnan, að því hv. þingmaður spurði, þá hún mjög skýr aðild okkar að Atlantshafsbandalaginu og við fylgjum henni stíft. Næstur tekur til máls hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, innrás Pútíns skýrt brot á alþjóðalögum og hefur breytt heimsmynd okkar á nokkrum dögum, kannski langan tíma. Og það var nauðsynlegt að bregðast hratt við, en jafnframt ljóst að þetta mun með einhverjum hætti breyta okkar veruleika hér líka. Og stjórnvöld hljóta nú að vera með það til skoðunar að yfirfara þjóðaröryggisstefnu landsins. Þróttmikið viðnám Úkraínubúa hefur auðvitað vakið mikla athygli heimsbyggðarinnar, en fyrir einungis nokkrum dögum voru flestir sérfræðingar sammála það að Rússar myndu varla beita sig með þeim hætti sem nú orðið ljóst, en virðast nú sammála það að það gríðarleg hætta og óljós þróun mála. Og ekki eingöngu fyrir Úkraínubúa, heldur fyrir alla í okkar heimshluta. Rússar hafa til dæmis hótað Finnum og Svíum því að beita pólitískum, jafnvel hernaðarlegum viðbrögðum ef þeir dirfist að ganga í NATO og jafnvel hótað undir rós að beita kjarnorkuvopnum. Þingmannaráðstefna ESB og NATO-ríkja varnar- og öryggismál sem ég sótti fyrir helgi var eðlilega undirlegð undir þessa atburði og það var ótrúlegt að finna þann samhljóm þvert á þjóðir, þvert á pólitískar skoðanir að þetta yrði ekki liðið. Og það gott að finna samstöðuna hér á þingi. Ísland hefur tekið skýra afstöðu og ég ánægður með hæstv. Utanríkisráðherra og forsætisráðherra fyrir að hafa tekið afgerandi stuðning með sambandsþjóðum okkar, en það stingur ýmislegt í augum. Við höfum lagt hlutfallslega minna til mannúðarmála heldur en Norðurlöndin og okkar áform í frekari mannúðarmálum og flóttamannamálum enn of óskýr. En það mikilvægt að við leggjum af mörkum vegna þess að fyrir smáþjóð þá skiptir það gríðarlega miklu máli að sjálfstæði, sjálfsákvörðunarréttur og landamæri þjóða séu virt. Næstur tekur til máls hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Jóhann Friðrik Friðriksson. Virðulegi forseti, ég vil þakka sjálfsögðu málshefjanda og utanríkisráðherra fyrir nauðsynlega umræðu, sér í lagi í ljósi aðstæðna í öryggismálum í Evrópu. Hér var minnst á stjórnarsáttmálann og með leyfi forseta langar mig að lesa þar að ríkisstjórnin leggur áherslu á að öryggismál þjóðarinnar séu í traustum skorðum í samræmi við markmið þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland sem samþykkt af Alþingi.
Ef ég man rétt, herra forseti, þá var hún samþykkt 2016, held ég samhljóða. Þar kemur fram að stuðla verði að endurskoðun á þjóðaröryggisstefnunni á fyrri hluta kjörtímabilsins og við hljótum að vera sammála það að það er nauðsynlegt að fara í þá vinnu í ljósi aðstæðna. Grundvallarforsendur í þjóðaröryggisstefnunni byggja á þeirri staðreynd að Ísland er fámenn eyþjóð sem hvorki hefur burði né vilja til að ráða yfir her en tryggir öryggi sitt og varnir með virkri samvinnu við önnur ríki og alþjóðastofnanir. Segja má, herra forseti, að einhverju leyti snúist þessi deila að minnsta kosti að hálfu árásarþjóðarinnar einmitt að aðild að slíkum bandalögum. Það undirstrikar mikilvægi þess að við Íslendingar öxlum okkar ábyrgð í þeirri samvinnu. Að mínu viti, herra forseti, er afstaða stjórnvalda á Íslandi skýr enda nokkuð ljóst að mikilvægi samstöðu er ómetanleg á tímum sem þessum. Það hef ég heyrt frá ríkisstjórn, þingheimi og íslensku samfélagi. Það er gott fyrir þá sem að standa í stafni við slíkar aðstæður að finna fyrir slíkum styrk og slíkum meðbyr og ég vonast til þess að okkur farnist vel í okkar alþjóðasamstarfi sem tryggt hefur frið og öryggi okkar í áraraðir. Næst tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti. Það eru þung skref að stíga í ræðustólinn okkar í dag og ræða það hörmungar ástand sem upp er komið í Úkraínu. Hvernig hefur þið órað fyrir því að fyrirsagnir blaðanna væri ef þið streitist á móti þá þurrkuð þið bara bæinn ykkar út með stórskotaliði? Hver hefði getað trúað því að einn æðsti leiðtogi heimsins, einræðisherrann sjálfur, Vladimir Putin, segir: Ég er bara að aðstoða Úkraínumenn og reyna að losa þá undan ofurstjórn dópista og nasisma. Hér er hann að tala forseta Úkraínu sem er gyðingur. Þetta eru skilaboðin, virðulegi forseti, sem að þessi maður, sem að greinilega er ekki minnsta kosti í neinum tengslum við raunveruleikann, er að kenna sinni þjóð. Við mögum aldrei á þessum tímapunkti, nokkur tíma, fordæma þjóðina sjálfa, fordæma Rússana sjálfa vegna þess að þeir fyrirlíta þær aðgerðir sem forseti þeirra er að framkvæma í dag. Hann er að ráðast gegn öllu því sem við þekkjum, frelsi okkar, lífi okkar og öllu því sem við höfum þekkt frá síðari heimsstyrjöld. Öllu því sem við höfum reynt að byggja upp til þess að vernda og halda frið. Og aldrei nokkuð tíma frá seinni heimsstyrjöld höfum við horfst í augu við aðra eins ógn eins og við erum að gera í dag og það af einum einasta einstakling sem að í rauninni hlýtur að vera nánast viti sínu fjær. Virðulegi forseti, ég segi og hvet ykkur öll, við skulum ekki bara opna hug okkar og hjarta, við skulum ekki bara senda hvatningu og allt sem við getum til Úkraínu. Við skulum líka opna heimil okkar hér ef þið þurfa á því að halda. Það skiptir engu máli hvað við eigum margar íbúðir eða hvernig staðan er hér heima, við eigum alltaf meira en nóg fyrir þá sem þurfa á okkur að halda. Þannig ég segi bara, ég hvet okkur áfram, það er sameinuð Evrópa, mun sameinaðri heldur en þessi einstaklingur, Vladimir Putin, hefði nokkuð tímann ímyndað, hann hafði trú á því að við ættum ekki þessa sameind sem við eigum. Hann hafði trú á því að Evrópa væri í rauninni sundruð. En ég segi að lokum, virðulegi forseti, hvar værum við stödd á NATO í dag? Næstur tekur til máls 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Orri Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, ef það er eitthvað sem þeir hræðilegu atburðir sem við höfum öll fylgst með í fjölmiðlum síðustu daga sýn okkur, þá er það hversu gríðarlega verðmætur friður er fyrir allt okkar líf. Friðurinn er grunnforsenda velsældar. Við, hin herlausa, friðsama þjóð, sem getur ekki svo mikið sem hugsað á forsendum herkænsku og vopnaburðar, finnum það enn sterkar hvað friðurinn er dýrmætur til að tryggja daglegt líf. Sú grimmilega árás sem íbúar Úkraínu upplifa nú byggir á 19. aldar hugmyndafræði
20. aldar orðræðu með vopn 21. aldar í höndunum af hálfu rússneskra stjórnvalda. Ég set ekki alla rússnesku þjóðina undir þennan hatt og tel mikilvægt að við vöndum orðfærið. Ákvarðanir rússneskra stjórnvalda eru ekki þjóðarinnar allrar. Við þurfum að tryggja frið í gegnum þau kerfi og það alþjóðasamstarf sem við tökum þátt í. Við viljum og eigum í góðum samskiptum við hinar Norðurlandaþjóðirnar og aðrar þjóðir í Evrópu. Það eru mikilvæg tengsl að rækta. Sú stjórnmálahreyfing sem ég tilheyri vill standa utan hernaðarbandalaga og hefur friðarstefnu að leiðarljósi, en það þarf enginn að velkjast í vafa heilindi okkar í þeirri alvarlegu stöðu sem upp komin. Ríkisstjórnin starfar samkvæmt þjóðaröryggisstefnu Íslands líkt og segir skýrt í báðum stjórnarsáttmálum í samstarfi þessara flokka. Virðulegi forseti, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna sagði á neyðarfundi að stríðin í Úkraínu þurfi að linna strax og koma þurfi á friði hið snarasta. Það verður að vera hugmyndafræði 21. aldarinnar, ekki gömul, karllæg hugmyndafræði stríðsrekstrar. Næstu tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, sem fyrrum hjálparstarfsmaður þá langar mig að byrja á að þakka hæstv. Ráðherra fyrir að hafa strax sett pening af stað til mannúðaraðstoðar. Það skiptir nefnilega máli að taka ákvarðanir hratt þegar hlutirnir gerast. Mig langar líka að þakka hæstv. Ráðherra fyrir að tilkynna hér í ræðustól áðan aukið fjármagn til mannúðarmála. Og mig langar að tala mannúðarmálin. Við þurfum nefnilega að vinna á mörgum stöðum. Ég ætla ekki að nota orðið vígstöðum, en á mörgum stöðum. Þegar kemur að því að hjálpa fólkinu sem fast innan Úkraínu, í kjöllurum og öðrum stöðum, þá þurfum við að nýta diplómatíska leiðir okkar til að þrýsta á það að aðgengi hjálparsamtaka með mat og hjálpargagn til þessara aðila sé virt. Við þurfum líka að taka virkan þátt í að styðja við þá aðstoð sem fólk að fá á landamærum Úkraínu, sér í lagi í löndum sem sjálf standa illa efnahagslega. Þar getur fjármagn, mannskapur og margvísleg hjálpargögn verið leiðir til þess að styðja. Flóttamenn og hælisleitendur frá Úkraínu eru þegar farnir að streyma til landsins og við þurfum alvarlega að íhuga hvernig við tökum á þessu og má þá meðal annars íhuga það að virkja síðustu málsgrein 49. greinar laga útlendinga til að einfalda komu þeirra hingað til lands. Og svo að lokum þurfum við að vinna saman á sem breiðasta grunni sem þjóðfélag til þess að taka á móti fólki á flótta frá stríði. Gleymum því ekki að nú erum við öll orðin Úkraínubúar. Næstu tekur til máls hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, grimmulegt ofríki Pútíns gagnvart Úkraínu á rætur að rekja til þess að alræðisstjórnin hræðist það mest að sjá lýðræði dafna handan landamæranna. Því lýðræðisáhrifin eru nefnilega smitandi. Og þetta hernaður alræðis gegn lýðræði. Samstaða með Úkraínu líka samstaða með okkar eigin hagsmunum og okkar gildum. Fáar þjóðir eiga meir undir öðrum í því að verja fullveldi landsins en við Íslendingar. Að sama skapi eru skyldur okkar til samstöðu meiri en annarra. Og vegna alls þessa og mikilla breytinga á alþjóðasamfélaginu á undanförnum árum rétt að skoða að vinna okkar taki tillit til nokkurra þátta til að verja okkar hagsmuni. Í fyrsta lagi að við sýnum öflugri samstöðu með bandalagsþjóðum okkar og látum utanríkisráðherra þegar í stað gera áætlun stóraukna þátttöku Íslands í borgaralegum störfum sem tengjast sameiginlegum verkefnum NATO.
Í öðru lagi að við gerum varnarsamstarfið við Bandaríkin virkara í ljósi nýrrar hættu sem steðjar að öryggi þjóða heims. Utanríkisráðherra óski þegar í stað eftir viðræður við Bandaríkin viðbót við varnarsamning landanna þar sem markmiðið verði meðal annars að tryggja að varnarsamningurinn taki með ótvíræðum hætti til netárása sem beinast að öryggi Íslands og hvernig virkja eigi síðan samninginn. Í þriðja lagi þá eigum við að treysta stöðu Íslands. Til þess að gera það þá þarf þegar í stað að meta kosti þess að stíga lokaskrefið frá aðild að innri markaði Evrópusambandsins að fullri aðild. Það þarf að horfa til þess að treysta pólitíska stöðu landsins og hagsmuni með því að fá sæti við borðið eins og við gerum í NATO. Utanríkisráðherra sagði nýlega að við fylgjum pólitík ESB. Þá er mikilvægt fyrir okkur að við höfum eitthvað hana að segja. Þetta þarf að meta hið fyrsta því þunginn á sviði varnar- og öryggismála eykst bara hjá ESB. Viðbrögð okkar við stríðinu í Úkraínu eiga því ekki að einskorðast við daginn í dag. Við þurfum að horfa fram í tímann. Við þurfum að meta stöðu Íslands í nýju ljósi og tryggja framtíðarhagsmuni landsins á öllum sviðum. Næstu tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég þakka góða umræðu og get tekið undir flest af því sem hefur komið fram hér, meðal annars það sem hv. þingmenn hafa nefnt mikilvægi þess að gera greinarmun á rússneskum stjórnvöldum og almenningi í Rússlandi. Það er mikilvægt upp á framtíðarfrið í álfunni og kemur heim og saman við það sem ég heyrði á þeim fundi sem ég vísaði til hér í umræðum störf þingsins með konum frá Úkraínu sem sögðu að Rússar væru ekki óvinir Úkraínumanna og Rússar sem búa hér á Íslandi hafi margir hverjir viljað aðstoða frændfólk sitt frá Úkraínu. En ég vil ítreka það sem ég nefndi hér í ræðinu mikilvægi þess að ríkisstjórnin tali skýrt varðandi áform til að mynda í netöryggismálum og hversu opin ríkisstjórnin er fyrir uppbyggingu NATO hér á landi en það eru verulega líkur á því að umsvif varnarbandalagsins hér muni aukast. Það segir sig nú eiginlega sjálft að ríkisstjórn fylgi þjóðaröryggisáætlun eins og henni ber, en hversu hratt mun ríkisstjórnin laga sig að þessari breyttu heimsmynd, þessum breyttu aðstæðum. Og við skulum líka hafa hugfast að Vesturlönd hafa veikst mjög verulega á liðnum árum og ég vil talað hnignunnarskeið Vesturlanda og við þær aðstæður geta stjórnvöld sem leggjast gegn lýðræði og eru ásælin reynt að nýta sér þær aðstæður. Svoleiðis að við þurfum ávallt að hafa það hugfast hvernig þau samfélag sem við höfum byggt upp á Vesturlöndum urðu til og verja þau grunngildi sem leiddu til þess árangurs. Næstur tekur til máls 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, við erum að upplifa tíma sem munu hafa mikil áhrif á evrópsk öryggismál næstu áratugina. Á síðustu sólarhringum hefur verið dregin ný lína í sandinn í öryggismálum Evrópu. Skrefin sem Þjóðverjar tóku síðastliðna helgi, sem eru stór skref og söguleg. Svíþjóð hefur ekki flutt vopn til annars lands sem á í stríði síðan í vetrarstríðinu. Þannig að við erum að sjá merki ótrúlega hluti miðað við stjórnmálasögu Evrópu undanfarna áratugi. NATO sem stofnað var til 1949 og við erum svo heppin að tilheyra, það sem öflug leiðsögn ráðamanna á þeim tíma leiddi okkur inn í NATO og í dag eru 30 ríki í NATO, milljarður íbúa jarðarinnar. Það er ekkert annað jafn öflugt lýðræðisbandalag í heiminum heldur en NATO og búið að verja friðinn og flest helstu, ef ekki öll lýðræðisríki, öll helstu í það minnsta, lýðræðisríki
jarðar eru í NATO. Og við skulum hafa það að leiðarljósi að þau eru ekkert endilega svo mörg. Nú heyrum við líka að Evrópubúar huga nú mjög að vörnum að bæta í. Evrópusambandið í dag greiðir 20% inn í NATO á móti 80% þeirra landa sem eru utan Evrópusambandsins í NATO. Þetta er ótrúlegt innrásarstríð og þetta er bara beint og hreint innrásarstríð sem rússnesk stjórnvöld, og við skulum halda því til haga, það eru stjórn Pútíns sem er að stýra för, ekki rússneska þjóðin. Við styðjum Úkraínu og við skulum vera duglegir í mannúðarstörfunum og leggja alla okkar áherslu og fjármagn og efla okkur þar og setjum miklu meira heldur 150 milljónir í þetta starf. Þar getum við gert okkur gild á erlendri grundum. Næst tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Herra forseti, við erum að sjá hrikalegan harmleik á hverjum einasta degi þar sem Pútín stýrir her sínum í árás á Úkraínu, þar sem saklausir borgarar, skólar og spítalar eru skotmörk. Og enn meiri hörmungar eru uppsiglingu fyrir Úkraínu og íbúar landsins bíða milli vonar og ótta eftir því hver borgin af annarri er að falla í hendur innrásar herja þrátt fyrir hetjulega varnir Úkraínumanna. Ég sagði hér í gær að það væri aðdáunarvert að sjá þá miklu samstöðu á alþjóðavettvangi með úkraínsku þjóðinni og gegn ólöglegri innrás Rússa inn í Úkraínu. Ég vil líka hrósa forsætisráðherra og utanríkisráðherra sem hafa fordæmt innrásina og sagt að allra leiða verði leitað til að vopnahlé náist og að Ísland verði að fullu með í skýrari efnahagsþvingunum gegn öðru ríki og stjórnmálaleiðtogum en nokkru sinni. Ég vil líka hrósa íslenskum þingmönnum og stjórnmálaflokkum sem hafa verið einhuga í fordæmingu sinni á hernaði Rússa. Máttur alþjóðlegrar samstöðu er að sýna sig, en viðlíka samstaða er því miður sjaldgæf en ótrúlega nauðsynleg á tímum þegar eitt helsta og sterkasta hernaðarveldi í heimi er að ráðast inn í ríki sem hefur ekki nándar nærri sömu burði á hernaðarsviðinu. Og það er líka ótrúlega nauðsynlegt að nýta sér ekki þessa hörmulegu innrás í pólitískum tilgangi, í pólitískum leikjum. Pólitísk afstaða stjórnmálaflokka á Íslandi til Norður-Atlantshafsbandalagsins er ekki það sem skiptir mestu máli núna á 7. degi innrásar Rússa inn í sjálfstæða Úkraínu, eins og verið að reyna að draga fram hér. Það sem skiptir mestu máli núna er að viðhalda samstöðunni á milli ólíkra stjórnmálaflokka í því að fordæma ólöglega innrás Rússa á saklausa borgara í Úkraínu og við sem sjálfstætt herlaust ríki sýnum eindreginn vilja á vopnahlé strax, að við tölum fyrir friði, mannréttindum, lögum og reglum og sendum skýr skilaboð að við Íslendingar tökum af öllu afli þátt í hörðum efnahagslegum aðgerðum gagnvart Rússlandi vegna innrásarinnar og pólitískri útilokun Rússa á alþjóðavettvangi. Við þurfum líka að vera tilbúin til að setja meiri fjármuni í mannúðaraðstoð og opna upp landamæri okkar gagnvart Úkraínubúum á flótta, líkt og gagnvart öðru fólki sem til okkar leitar eftir alþjóðlegri vernd. Máls 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Jóhann Friðrik Friðriksson. Hæstv. forseti, ég vil byrja á því að þakka málshefjanda fyrir það sem sneri að mikilvægi þess að við sinnum bæði aðstoð við þau lönd sem nú glíma við allan þennan gríðarlega fjölda fólks sem sækir yfir landamærin til Úkraínu, en ekki síður verðum við að axla okkar ábyrgð hér heima. Þetta er eflaust margþættur vandi sem nú blasir við og að mínu viti einn stærsti flóttamannavandi sem komið hefur upp, og þegar ég tala vanda þá tala ég vanda þess fólks sem glímir nú við það að hafa verið rifið upp af heimilum sínum, þurft að labba eða ganga langar leiðir til þess að sleppa við ógnargný sprengja sem falla nú á saklausa borgara í Úkraínu. Eina sem kemur upp í hugann og ég get mögulega borið saman er það skelfilega borgarastríð sem átti sér stað á Balkanskaga. Þá kom fjöldinn allur af flóttamönnum hingað til lands sem við tókum vel á móti.
Fólk jafnvel frá ólíkum þjóðarbrotum sem að skömmu áður hafði verið að heyja stríð sín á milli. Aðlögun þessa fólks og aðstoð okkar Íslendinga hefur tekist vel. Það er okkur til sóma. Nú verður aftur leitað til okkar og að sjálfsögðu munum við ekki skorast undan. Við Íslendingar höfum margt að gefa, höfum mikla reynslu af því að taka á móti fólki, hlúa vel að því og tryggja það að það njóti verndar og geti lifað sómasamlegu lífi hér á Íslandi. Næstur tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jakob Frímann Magnússon. Já, herra forseti. Hér hefur margt gott verið sagt og lagt til. Spurning hversu margir að hlusta sem einhverju fá breytt. Og það sem að þá einkennir umræðuna hér og víðast hvar annars staðar er mannúð og samúð með þeim sem að verða fyrir þeim ósköpum sem að nú ganga yfir Úkraínu þjóðina. Og hvað væri að líkindum þakklátast þeim megin úr okkar átt, einfaldast og lagi beinast við frá matvælakistunni í Íslandi. Væri það ekki að við sameinuðumst um það hér í þessum sal með ásamt með þeim í ríkisstjórn sem að fjarstaddir eru í dag og stórfyrirtækjum Íslands og flutningsfyrirtækjum, matvælaframleiðendum og þeim sem að veiða úr okkar sameiginlegu sjávarauðlind að senda þessu fólki mat, fólki á faraldsfæti í hávetur og með sameinuðu átaki held ég að það geti orðið í gámavís þar sem að þangað yrði sent af íslensku hollmeti sem að væri eflaust vel þegið. Við höfum áður gert slíkt í öðru formi reyndar. Tælandsflóðin og önnur slík verkefni þjöppuðu okkur saman góðverk sem ég held að við séum tilbúin að endurtaka. Og ég varpa þessari hugmyndir fram öðru sinni í dag. Hún hlaut góðar viðtökur í morgun og þetta er eitthvað fyrir okkur til að taka áfram. Næst tekur til máls hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jódís Skúladóttir. Herra forseti, ég þakka málshefjanda fyrir umræðuna. Hér hefur verið góð og mikilvæg umræða í dag. Við á Íslandi eigum að tala fyrir mannúð og þrýsta á alla aðila í þágu friðar. Það hefur komið fram í máli hæstvirts forsætisráðherra og einnig hæstvirts félags- og vinnumarkaðsráðherra að Ísland mun bregðast við stærstu mannúðarkrísu síðustu áratuga í Evrópu og veita skjól. Flóttamannanefnd vinnur nú að því verkefni að undirbúa komu fólks hingað til lands. Ástandið í Úkraínu er hreint og sagt hræðilegt og þar verður að komast á friður sem allra fyrst. Okkur þingmönnum berst nú fjöldi pósta og skilaboða frá einstaklingum og félagasamtökum og fyrirtækjum sem vilja með einum eða öðrum hætti standa með og hjálpa til. Íslensk þjóð sameinast í því að vilja standa vörð mannúð og frið. Það er mikilvægt að sú samstaða og einhugur sem við höfum séð og heyrt einnig hér inn í þingsal haldi áfram að berast út á við til almennings á Íslandi sem og til Úkraínu og Rússlands. Næst tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, ég tek að sjálfsögðu undir fordæmingu á ólögmætu innrásarstríði Rússlands inn í Úkraínu og ég styð þær aðgerðir sem að ríkisstjórnin hefur ráðist í ásamt okkar
vinaþjóðum, beitingu efnahagsþvingana og annarra viðurlaga gagnvart Rússlandi. En ég vil kannski koma hérna upp sem fulltrúi Íslandsdeildar Evrópuráðsþingsins og vekja athygli á því að Evrópuráðið vísaði Rússlandi úr Evrópuráðinu. Þetta mun hafa víðtækar afleiðingar í för með sér fyrir þetta hús lýðræðis, réttarríkis og mannréttinda í álfunni. Rússland greiðir mjög há aðildargjöld, hátt hlutfall af því sem þarf til þess að reka þessa mikilvægu stofnun, og sú ákvörðun að vísa Rússlandi úr Evrópuráðinu mun þar af leiðandi þýða töluvert högg fyrir sambandið, fyrir Evrópuráðið, þarf að segja. Nú er það svo að þýska þjóðþingið hefur ályktað sem svo að það muni tryggja það, allavega sinni hálfu, að ráðið verði ekki fyrir fjárhagslegum afleiðingum af því að hafa vikið Rússlandi úr Evrópuráðinu. Og ég vildi því hvetja íslensku ríkisstjórnina til þess að eiga frumkvæði að því sama, áður en að ég fer að grípa til mína eigin ráða til þess að koma með einhverja ályktun hérna inn í þingið, og sérlega í ljósi þess að við erum að fara að taka við formennsku í ráðherraráðinu, þá væri góður bragur á því að við værum með í bandalagi þeirra ríkja sem tryggja það að réttarvernd íbúa í Evrópu mun ekki líða fyrir það að við höfum staðið með réttlætinu og staðið með íbúum Úkraínu með því að víkja Rússlandi úr Evrópuráðinu. Þannig ég hvet hæstv. Ríkisstjórn til þess að taka þátt í þessum aðgerðum að tryggja að Evrópuráðið geti áfram sinnt sínu mikilvæga starfi í álfunni. Næsti máls 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Virðulegi forseti, við lifum sögulega tíma. Samstaðan á Alþingi af hálfu ríkisstjórnarinnar og íslenska þjóðarinnar er mikil og áberandi með málstað Úkraínu. Þetta stríðsástand er að leiða til sterkari samstöðu en nokkru sinni fyrr innan Evrópu. Það er að verða til dýpri skilningur og mikilvægi Evrópusamvinnu öryggismál, og ég trúi því að það sé verða til dýpri skilningur um mikilvægi Evrópusamstarfs í stærra samhengi. Sú hætta er raunveruleg að Úkraína verði þröskuldurinn fyrir Rússa. Vera Úkraínu í NATO myndi hafa mikið að segja. Veran þar skiptir máli og hún skiptir okkur Íslendinga máli. Eftir óformlegan fund í gær með Olgu Dýbróva, sendiherra Úkraínu, mér hefur liðið þannig að ég vil geta sagt það sem ég get héðan úr þessum þingsal og horft á það og rætt hvaða skref við getum tekið sem þjóð. Það hafði mikla þýðingu að Rússum var vikið úr ráðherranefnd Evrópuráðsins meðan á stríðsreksturinn stendur. En við höfum líka diplómatískt vægi í því að geta sendiherra Rússlands heim. Ísland er fámenn og herlaus þjóð og á allt sitt undir því að önnur ríki virði landamæri og virði alþjóðalög. Af því hafa auðvitað öll ríki hagsmuni, en fámenn ríki eins og við eigum allt undir þessu, að þetta alþjóðlega regluverk sé virt. Ég er stolt af ummælum hæstv. Utanríkisráðherra okkar fyrstu daga, stolt af samstöðunni hér á Alþingi, stolt af samstöðu Evrópuríkja. Við vitum að við þurfum harðar og miklar viðskiptahindranir. Við þurfum aðgerðir úr öllum áttum, íþróttasambandana, menningar og lista, aukið fjármagn Íslands í mannúðaraðstoð og móttöku fólks á flótta. En forseti, við eigum ekki að útiloka það að senda rússneska sendiherrann úr landi. Það er skref og aðgerð sem þarf að skoða í nafni þessarar samstöðu sem ég nefni og hagsmunina að baki. Næstu tekur til máls 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, aukinn styrkur Vesturlanda og möguleikar okkar á að aðstoða við þessar aðstæður og sambærilegar aðstæður ef þær koma aftur upp, sem við auðvitað vonum að verði ekki, byggir á
þeim grunngildum lýðræðis að við ræðum hlutina eins og þeir eru. Tökumst jafnvel á bestu leiðirnar. Og það getur komið til þess að við þurfum hér að ræða hvaða leiðir eru bestar til þess að ná sem mestum árangri við það að hjálpa Úkraínumönnum og hvaða leiðir eru raunverulega bestar til þess að koma á friði. Til að mynda mjög mikilvægt og ánægjulegt að heyra það verið tekið undir það hér í umræðunni að við gleymum ekki mikilvægi aðstoðarinnar í nærumhverfinu. Því að oft á tíðum hefur það gleymst, til að mynda varðandi hjálp aðstoð við Líbanon sem að hefur tekist á við gríðarlega mikinn flóttamannavanda en verið að mínu mati vanrækt af stjórnvöldum á Vesturlöndum hugsanlega vegna þess að aðstoð þar ekki eins sýnileg eins og aðstoð í nærumhverfinu. Þetta þarf allt að haldast í hendur. Við getum tekið á móti fólki hér á Íslandi en gleymum ekki mikilvægi þess að koma að gagni þar sem það kannski ekki eins sýnilegt. Og við nálgumst þetta gríðarlega stóra og erfiða viðfangsefni út frá staðreyndum málsins og leyfum okkur jafnvel að rökræða hvaða leiðir eru bestar til þess að geta fundið árangursríkustu aðferðirnar til þess að hjálpa. Að lokum tekur til máls hæstv. Utanríkisráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gísladóttir. Herra forseti, ég vil í lok þessari umræðu þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir að óska eftir umræðunni sem ég veit hann gerði fyrir einhverjum dögum síðan og þingmönnum fyrir þessa umræðu. Og ítreka það aftur og það gott til þess að vita og gott að finna fyrir þeirri samstöðu sem ríkir hingað til. Ég veit að ýmislegt getur breyst og gerst en mér finnst sómi að því fyrir okkur hér langt í burtu í okkar öryggi að geta staðið saman sem einn maður og gert það sem við getum til handa úkraínsku þjóðinni. Vegna þess að í þessari krísu einn árásaraðili og það eru rússnesk yfirvöld. Og ég sammála þeim þingmönnum sem hér hafa nefnt að það mikilvægt að skilja að og frá rússnesk yfirvöld annars vegar og rússneskan almenning hins vegar. Vegna þess að forseti Rússlands hefur með ófyrirleitnum hætti látið í það skína að hann sé tilbúinn að gera mjög mikið til þess að ná sínu fram og sé reiðubúinn að beita gjöreyðingarvopnum. Og ég ætla ekki hér að draga fjöður yfir það að sú staða ógnvænleg. Hér höfðu hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir nefndi hérna sérstaklega sérfræðinga í borgaralegum stöðum, borgaraleg störf Íslands á vegum Atlantshafsbandalagsins og nefna það að við erum í dag með 9 sérfræðinga í öryggis- og varnarmálum á vegum utanríkisráðuneytisins og flestir eru hjá NATO. Við stefnum að því að þeir verði 13 í lok árs og við höfum nú mannað sérfræðing í upplýsingamálum í samstöðuaðgerðum Atlantshafsbandalagsins í Litháen og erum þar líka með Eistlandi og Lettlandi og þetta skiptir þessi lönd og okkur miklu máli. Vera okkar í NATO gerir það líka og við erum skýr í því. Því fylgir ábyrgð og því fylgja skyldur sem við höfum axlað og ætlum að axla og taka undir með því að þegar kemur að netárásum og fjölþáttaógnum þá eru það vaxandi verkefni sem við þurfum að taka mjög alvarlega. Þar með sérstakri umræðu lokið. Tekið fyrir fjórða dagskrármálið, greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota, leiðrétting viðmiða vegna greiðslna ríkissjóðs. Frumvarp á 54. mál á þingskjali 54, fyrsta umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. Hér mæli ég fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum greiðslu ríkissjóðs og bótum til þolenda afbrota, nr. 69/1995. Með mér á frumvarpinu hv. þingmenn Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson,
Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson. Með leyfi forseta þá ætla ég að vísa hér beint í lagagreinarnar með frumvarpinu og er það 1. grein að eftirfarandi breytingar verði gerðar á 7. grein laganna að í A-lið í stað 250.000 í 2. málsgrein þá komi 455.000, í B í stað 5 milljónir þá komi 9.140.000, í stað 3 milljónir í lið C þá komi 6,6 milljónir og í D-lið í stað 2,5 milljón í D-lið 2. málsgrein þá komi 4.570.000 krónur. Í E-lið í stað 1,5 milljón þá komi 2.740.000 og við bætist ný málsgrein svohljóðandi í F-lið að fjárhæðamörk samkvæmt 1. og 2. málsgrein skulu taka breytingum í upphafi hvers árs í samræmi við þróun launavísitölu frá upphafi til loka næstliðins 12 mánaða tímabils, þó þannig að þær hækki aldrei minna eða lækki meira en verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs. Þetta svona sambærilegt, virðulegi forseti, eins og við erum að sjá í 69. grein almannatryggingalaga sem þverbrotin daginn út og inn á almannatryggingaþegum þar sem að þeir fá ekki að njóta almennrar launaþróunar í landinu heldur sveiflað á milli þess sem hagstæðara fyrir ríkissjóð hverju sinni en sem sagt almannatryggingaþeginn fær ekki að njóta vafans. Í 2. grein frumvarpsins þá segir að lög þessi öðlist gildi 1. janúar 2022 þannig ef lögin verða samþykkt þá munu þau gilda sem sagt frá 1. janúar síðastliðnum. Í greinargerð með frumvarpinu sem var áður flutt og takið nú eftir því ég var nú hérna með ansi mörg þingmannamál í gær, mál sem að öll voru akkurat réttlætis- og sanngirnismál til bóta fyrir þá sem að á þurftu að halda og nýta og nota að takið nú eftir að hér ég að mæla fyrir þessu sanngirnismáli 4. árið í röð. Og það hér endurflutt óbreytt að því undanskildu að fjárhæðunum hefur verið breytt í samræmis við þróun launavísitölu frá því að frumvarpið var síðast lagt fram ásamt því að gildistökunni hefur verið breytt. En bótagreiðslur sem ríkissjóður ábyrgist á grundvelli laga greiðslu ríkissjóðs og bótum til þolenda afbrota takmarkast við fjárhæðir samkvæmt 2. málsgrein 7. greinar laganna. Þær fjárhæðir sem þar ákveðið hafa verið óbreyttar og hugsið ykkur sem sagt í 10 ár. Hafa verið óbreyttar og í engu hreyfst frá árinu 2012. Þannig að hvernig í ósköpunum hægt að réttlæta það að sé tekið til ein tala fyrir 10 árum síðan og það skiptir engu máli hvernig þróunin hefur verið í samfélaginu, hvernig kjarabætur hafa breyst í samfélaginu, launahækkanir hafa verið í samfélaginu, verðbólguþróun og allt heila klappið í samfélaginu. Nei, löggjafinn ætla nú ekki, ríkisstjórnin og ráðamenn ætla nú sannarlega ekkert að gera í því. En síðan 2012 þá hafa orðið breytingar á verðlagi og eins og ég segi, alls konar. Þess vegna það svo mikilvægt að við leiðréttum allar þessar fjárhæðir í rauninni frá árinu 2012. Þess vegna kemur til að í þessum stafliðum sem ég taldi hér upp á undan að það bersýnilega verið að sýna hvernig upphæðin liti út í dag ef hún hefði fylgt vísitölu þróun. Þannig að síðan fest inn í þetta frumvarp að framvegis, þegar þessar breytingar hafa síðan tekið gildi að framvegis, þá munu þessar tölur fylgja almennri launaþróun og aldrei minna heldur en sem nemur vísitölu neysluverðs. Við skulum athuga til dæmis að þegar fjárhæðunum var breytt síðast í júní 2012 þá stóð launavísitalan miðað við grunn frá 1989 samkvæmt vefsíðu Hagstofu Íslands í 433,1 stigi en nú, virðulegi forseti, þá stendur hún í 791,6 stigum og þá ekki ósennilegt að hún kunni að hækka verulega í framtíðinni. Þannig að það er augljóst
að alls staðar þar sem á að koma til, bæta fólki, miska, skaða eða hvað eina annað sem eða bara í rauninni framfærslu, nauðsynlega framfærslu, þá dregur ríkissjóður og ríkiskerfið lappirnar eins og þau mögulega geta. Ég hélt í rauninni, stóð alltaf í þeirri trú að ríkisstjórn og stjórnvöld hvers ríkis og lands væru til þess að vinna samfélaginu sínu gagn, ekki mismuna þegnunum sínum og ekki sýna bersýnilega óvild í þeirra garð eins og þetta ber með sér, hvernig það hefur fólk sem hefur beðið miska, skaða og gengið í gegnum alls konar þjáningar, það einfaldlega bara hefur verið skilið eftir í 10 heil ár. Að framangreindum ástæðum þá er lagt til að fjárhæðir samkvæmt 2. málsgrein 7. greinar hækki eðli málsins samkvæmt og ástæða þykir líka til að ábyrgð á greiðslum ríkissjóðs á bótum fyrir miska samkvæmt C-lið 1. greinar frumvarpsins verði hækkuð umfram hlutfallslega hækkun annarra liða. Sífellt kemur betur í ljós hve mikil áhrif afbrot hafa á líf og líðan brotaþola. Erfitt er að meta slík áhrif út frá læknisfræðilegum viðmiðum og þótt líkamleg áhrif brots séu metin þá er erfiðara að meta andleg áhrif og þau geta oft komið fram eða aukist löngu eftir að brot er framið og þar til bætur eru dæmdar eða ákvarðaðar. Þá er óskandi að slík hækkun á ábyrgð greiðslu ríkissjóðs veiti dómstólu hvatningu til að ákvarða hærri bætur fyrir miska í alvarlegri málum en tíðkast hefur. Einnig er lagt hér til að til frambúðar þá hækki fjárhæðir bóta samkvæmt 2. málsgrein 7. greinar laganna árlega í samræmi við breytingar á launavísitölu eins og ég sagði áðan og er það einstaklega mikilvægt fyrir þolendur sem hér ræðir. Ég hef í rauninni ekkert meira við það að bæta, virðulegi forseti. Ég segi bara að þetta er eitt af þessum málum sem að ég myndi segja væri svona til þess að taka til í ranni lagabálks eins og skaðabótalögin eru. Þau eru einn af þessum lagabálkum sem var mikil gleði þegar voru sett á laggirnar og voru samþykkt á sínum tíma. En betur má duga skal og það er alveg með hreinum ólíkindum að þeir sem að virkilega þurfa á að halda lenda fyrir gríðarlegu tjóni, andlegu, líkamlegu slysum eða jafnvel afbrotum, að þeir skuli hafa verið látnir sitja eftir í 10 heil ár án þess að hrófla við þeim upphæðum sem að þá voru lagðar til grundvallar þeim skaða sem að sannarlega einstaklingurinn hefði orðið fyrir. Þannig að ég vona, virðulegi forseti, að ég ekki eftir þurfa að mæla fyrir þessu máli í 5. skipti í röð, 5. sinn og verði tekið utan um það núna, enda er hér búið að vinna vinnu sem er hægt að taka í fangið og fylgja bara einfaldlega eftir. Það á ekkert eftir að gera neitt annað en að samþykkja þetta frumvarp og við höfum ítrekað sagt að okkur er alveg sama hvaðan gott kemur. Ef ríkisstjórnin vildi bara taka málið og fylgja því eftir þá mega þeir alveg eiga það. Flokkur fólksins er stoltur í allar áttir þegar kemur að því að leggja fyrir góð mál og vona svo sannarlega til að utan þau verði tekið og þau verið samþykkt. En að lokum þá vil ég, virðulegi forseti, vísa þessu máli til háttvirtrar allsherjar- og menntamálanefndar. Næstu tekur til máls hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti. Við erum hér að fjalla um frumvarp til laga frá Flokki fólksins og hækkun á bótum til þolenda afbrota. Það er eitt að lenda í því að verða fyrir afbroti, verða fyrir líkamlegu og andlegu tjóni. Og því miður þá er það staðreyndir að þeir sem hafa lent í þeim ósköpum að þeir hafa jafnvel orðið þannig ástæðum viðkomandi að þeir hafa ekki borið þess bætur það sem eftir er og jafnvel endað á örorku og í sárri fátækt. Það er með ólíkindum ef við horfum
á þessa bótaflokk, hversu lágar bætur er verið að dæma. Við erum að horfa á það í þessum flokki bóta þar sem við erum að fara fram á í verstu málin hækka úr 5 milljónir í 9 milljónir. 9.140.000 krónur, verstu málin. Þetta er ekki háar upphæðir. Þetta er fyrsta skrefið, myndi ég segja. En þetta sýnir okkur líka, eins og komið fram, að þetta hefur búið að vera óbreytt frá 2012 og við gerum okkur grein fyrir því að það er ekki bara þessi bótaflokkur sem hefur staðið og ekki fylgt í launaþróun, staðið óbreyttur og ekki fylgt launaþróun, heldur er það líka að ræða skaðabótalögin í heild sinni, þar sem er verið að dæma bæði fjárhagslega öryggi og miska. Ríkisstjórn hefur gengið þannig frá þessum málum að því lengra sem tíminn líður, því minni verða bæturnar og því minni stuðningur er viðkomandi bætur fyrir þá tjónþola sem fyrir verða og þar af leiðandi gera þeim sífellt erfiðara með að lifa af. Þetta gildir líka alla til dæmis styrki hjá almannatryggingum þar sem stór hluti þeirra hefur ekki hækkað svo jafnvel á áratugum jafnvel saman og við sjáum þetta því miður líka í því að þegar reynt er að gera eitthvað betur þá taka við skerðingar og keðjuverkandi skerðingar sem valda því að viðkomandi stendur oft verð heldur en fyrir og það segir okkur að þessi kerfi eru ekki að virka og eru á mörgum tilfellum langt frá því að virka. Inn í þann hóp mætti líka bæta við eins og líka við höfum orðið var við undanfarin árum nýjan bótaflokk sem er sanngirnisbætur. Bætur eru skammalega lágar einnig þar sem fólk hefur hreinlega verið orðið fyrir þvílíku ofbeldi að það er eiginlega ekki einu sinni hægt að lýsa því í mörgum tilfellum. Og þá líka megum við ekki gleyma að það ofbeldi fór fram undir og í ábyrgð sveitarfélags eða ríkis. Þannig að það er margur brotinn í þessum málum en eins og ég segi þetta er, myndi ég segja, fyrsta skrefið í því að við reynum aðeins að auðvelda þeim lífið sem hafa lent í þeirri raun að verða fyrir andlega líkamlegu tjóni vegna afbrota og auðvitað á ríkissjóður að sjá til þess og gera allt sem þau geta til að krefja þann sem afbrotið var valdur afbrotinu að hann verði og ef hann getur þá eigi hann að vera borgunarmaður fyrir því eins og hægt er. En við verðum samt að tryggja það að sá einstaklingur sem eftir situr að hann hafi fjármagn og allan þann stuðning til að geta náð eins miklum bata og frekar unnt. Þannig að ég segi vonandi er þetta í síðasta skipti sem við mælum fyrir þessu nauðsynlega frumvarpi en það er eiginlega, hvað má segja, miðað við hvernig ríkisstjórnir undanfarinna ára hafa tekið á þessum málum, þá held ég að það eigi erfitt uppdráttar og ég óttast að því miður er eina leiðin til þess að fá þessa máli gegn er hreinlega að fá nýja ríkisstjórn. Næstur tekur til máls hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, mig langar að þakka hv. þingmanni Ingu Sæland fyrir að leggja fram þetta frumvarp. En mig langar að
gera tillögur að því að gera þetta frumvarp almennilegt. Það á nefnilega ekki að vera þannig að það sé nein takmörk á því hvað ríkið borgar. Það er nefnilega vel þekkt að þolendur fá aldrei hærri fjárhæð heldur en það sem að ríkið tryggir. Vegna þess að hugmyndafræðin bak við upprunalegu lögin var sú að þolandi þyrfti ekki að fara og sækja þessar greiðslur persónulega til þess sem olli tjóninu. Það á ekki að vera þannig að þolandi í kynferðisbroti til dæmis þurfa að fara og sækja peninga til þess sem nauðgaði þeim. Það á bara alls ekki að vera þannig. Og það er ekki eins og að ríkið sé að gefa þolendum hennan pening, því ríkið hefur endurkröfurétt á þessum peningum til þess sem olli tjóninu. Og þá á ekki að þurfa vera nein einustu takmörk, og við þurfum ekki að spá í hvað vísitalan og allt þetta. Ríkið á einfaldlega, ef að dómari dæmir upphæð, að greiða þá upphæð, og ríkið, rétt eins og ríkið næri hluti eins og meðlög, ríkið á þá að ná í þessa peninga til þeirra sem að tjónin olli, vegna þess að annars getur dómari dæmt 100 milljarða í bætur, vitandi það að viðkomandi mun aldrei fá að sjá það, heldur bara þá upphæð sem hér stendur, sem náttúrulega hlægilega lág. Og ég veit það að þeir þolendur til dæmis kynferðisbrota sem ég þekki, sem hafa verið dæmdar bætur, að þau hreinlega sagt af sínum réttargæslumönnum: gleymdu því hvaða upphæð dómarinn nefnir, þú munt aldrei sjá hana, þú munt einungis sjá það sem að ríkið borgar til þín í gegnum lögin. Þannig á það ekki að vera. Ef að dómari segir að viðkomandi brot hafi verið það alvarlegt að bætur fyrir það brot skulu hljóða upp á einhverja tölu, þá skal þolandi fá þær bætur án þess að þurfa að fara og sækja þær sjálfur. Þar að auki eru fleiri gallar í þessum lögum sem þarf að laga. Til dæmis er hægt að draga frá ef að maður fær eitthvað út úr almannatryggingum eða maður fær eitthvað út úr veikindalaunum á því tímabili. Hvers konar rugl er þetta? Það er verið að dæma þér bætur fyrir brot gegn þér, og þá, fyrst að mér tókst að fá veikindadaga, á þá að draga þá frá. Ég veit ekki hvað háttvirtir þingmenn sem skrifuðu það voru að hugsa. Virðulegur forseti, má víst ekki ávarpa háttvirta þingmenn of mikið beint. Þannig að það er von mín að allir þeir háttvirtir þingmenn ríkisstjórnarinnar sem hér sitja horfi á þessi lög, horfi á þetta frumvarp. Það þarf ekki, virðulegi forseti, að ákveða einhverjar upphæðir. Það þarf einfaldlega að taka út 7. grein þessara laga, og það þarf að stytta ansi mikið 10. grein þessara laga, og þá erum við komið með ansi góð lög, þar sem að þolendur eru settir framar gerendum. Og þetta er ansvar hv. þingmaður Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Gísla Rafni Ólafssyni hjartanlega fyrir
sína frábæru ræðu. Ég get nú bara einfaldlega tekið undir hvert einasta orð sem hv. þingmaður sagði. Hins vegar var þetta nú og hefur verið svona lærdómur sem að maður hefur dregið í gegnum það að vera að vinna hér á þingi, að einhvers staðar verður maður að byrja, og einhvern veginn fannst okkur betra að fá tæpa 10 milljónir en 5 milljónir, af því að við vitum það að við getum ekkert af þessu sótt hvort heldur sem er. Þannig að við höfum alltaf verið að reyna að taka þessi litlu skref í áttina, en ég segi bara ekkert annað en það að okkur væri sannur sómi að því að bylta þessari löggjöf þannig að hún myndi skila þeim árangri sem við vildum öll sjá. Eins og ég segi, tek hjartanlega undir með hv. þingmanni, og ég get alveg sagt það að það væri afskaplega flott að klippa út 7. grein og laga frumvarpið í allar þær áttir sem hv. þingmaður talar um, en ég er þá alveg 100% viss um það að við myndum mæla fyrir því í 5. sinn og 7. sinn og endalaust sinn. En það er ekki bara skaðabótalöggjöfin sem við þurfum þá að hjálpast að við að taka í gegn, við þurfum að gera það víðara, og ég bara spyr hv. þingmann hvort hann vilji nú bara ekki aðstoða okkur hreinlega við að gera hérna ennþá öflugra frumvarp sem við leggjum þá fram. Við getum verið búin að mæla fyrir því að leggja það fyrir 1. apríl. Við höfum tíma og tækifæri til þess. En þetta frumvarp hins vegar, það er bara góður vilji og tilhneiging til þess minnstakosti að láta það sem að þá var fyrir 10 árum síðan fá að fylgja launaþróun í landinu og vísitölu. Að öðru leyti vorum við ekki að stokka upp skaðabótalöggjöfina að þessu sinni. Svarar andsvari hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvar og hvet hv. þingmann til þess að hugsa stærra, því þegar kemur að því að laga óréttlætið þá þurfum við stundum einfaldlega að hugsa stærra, vegna þess, virðulegi forseti, að ég trúi því ekki að nokkur hv. þingmaður hér inni muni taka hlið geranda í þessu máli heldur hlið þolenda. Og við andsvar síðar sinn, hv. þingmaður Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið, en jú, því miður er það nú bara svo. Við erum að horfa á það hvern einasta dag, hvernig í rauninni staða og umgjörð utan þolendur, hvers konar, hefur svo sannarlega verið broguð alla tíð og ævilega. Við höfum verið að kalla eftir því að reyna að bæta stöðu brotaþola, en því miður þá er ekki svo. En já, við getum hugsað stærra og oft á tíðum hef ég nú verið svona bendur við það að vera í hálfgerðum skýjaborgum og draumheimi alla mínar stóru hugsanir og markmið til betri vega fyrir allt og alla í þessu fallega samfélagi okkar. Þannig ég hef þó lært það að það er betra að fá því framgengt og geta náð árangri í jöfnum skrefum en að koma með það allt saman inn á borð og fá bara einn beint á kjaftinn, eins og það stendur. Þannig að ég er mjög stórhugað í öllu sem ég tek fyrir hendur, en ég reyni virðulegi forseti og hv. þingmaður að vera raunsæ, og ef við næðum þessu fram að ganga þá sannarlega fyndist mér það fyrir hafnarinnar virði og væri þakklátt fyrir það til að byrja með. Svarar andsvari síðar sinn, hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, já, fá skref eða stór. Ég er til í að fá á mig kjaftsökin fyrir brotaþola. Ég býð þá bara fram hina kinnina, en ég mun berjast við hlið hv. þingmanns, Ingu Sæland og annarra, þegar kemur að því að bæta stöðu brotaþola. Þar mun ég berjast og berjast. Næstur tekur til máls hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég er stoltur meðflutningsmaður
þessa lagafrumvarps breytingu á lögum greiðslu ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota sem eru lög frá 1995 og það er vert að athuga varðandi 1. greinina að þær tölur sem hér er verið að breyta í A-liðnum, það er tala sem er frá 1995, í B-liðnum er verið að breyta fjárhæð sem kom í lög 2012, C-lið 2012, D-lið 1995 og E-lið 2012. A-liðurinn lýtur að tjóni á munum og B-liður varðandi tjón á líkamstjón og A-liðurinn er fyrir tjón á munum, B-liðurinn er fyrir líkamstjón, þar með talin varanlegan miska og varanlega örorku, C-liðurinn er fyrir miska, D-liðurinn er fyrir missi framfæranda og E-liðurinn er fyrir vegna útfararkostnaðar. Ég tel að hér sé löngu tímabær lög, þessi lagabreyting á ferðinni og þetta er eins og fyrsti flutningsmaður sagði hér áðan. Þetta er eitt af þessum málum sem þarf að taka til í íslenskri löggjöf og þetta er líka eitt af þessum málum sem nauðsynlegt er að gera sem allra fyrst og þetta hefur dagað uppi í löggjöfinni, hreint og beint. Að þessar fjárhæðir sem eru frá þessum árum sem ég taldi upp áðan, frá 1995, tvær fjárhæðir og 3 frá 2012, það er bara einfaldlega allt og lágar fjárhæðir. Og ég tel líka mjög mikilvægt í 2. málsgreininni, þar sem segir, með leyfi forseta, fjárhæðamörk, samkvæmt 1. og 2. málsgrein, skulu taka breytingum í upphafi hvers árs í samræmi við þróun launavísitölu frá upphafi til loka næstliðins 12 mánaða tímabils. Þó þannig að það hækki aldrei minna eða lækki meira en verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs. Það er að segja, það er verið að miða hér við launavísitölu en það að þær megi aldrei lækka meira eða hækka minna en vísitala neysluverðs. Og þetta er ágalli, það er verið að laga hérna ágalli á gildandi löggjöf á að þessar fjárhæðir hafi ekki þróast í samræmi við verðlag. Þetta er stórkostlegur ágalli. Þegar fjárhæðin var síðast breytt í júní 2012 stóð launavísitalan í 433 stigum. Nú stendur launavísitalan í 791,6 stigum. Þannig að það er nánast tvöföldun á hvað launavísitalan hefur hækkað og samt erum við ennþá með sömu fjárhæðir. Og það er algjör nauðsyn að breyta þessu, alveg grundvallar atriði og það standa með þolendum. Alþingi Íslendinga væri svo sannarlega að standa með þolendum ef þetta frumvarp yrði að lögum. Og hér er bara sjálfsagðan hlut að ræða og mjög mikilvægt frumvarp fyrir þolendur afbrota. Og það er rétt sem kemur fram í frumvarpinu að það er óskandi að þessi hækkun á greiðslum ríkissjóðs veiti dómstólum hvatningu til að ákvarða hærri bætur fyrir miska í alvarlegum málum en hefur tíðkast hingað til. Og það er grundvallaratriði að launavísitalan, að þetta sé bundið vísitölu neysluverðs. Vegna þess að launavísitalan, eins og kemur fram í frumvarpinu, hún getur lækkað ef efnahagur versnar skyndilega. Og þess vegna er mjög mikilvægt að það verði tekið til mið af vísitölu neysluverðs ef hún hækkar meira eða ekki lækkar minna af gefnu ári en launavísitalan. Þannig að þetta er bara sjálfsagður hlutur og ætti raunverulega ekki að vera neitt deiluefni og ég get ekki séð hvað ætti geta stoppað þetta mál í nefnd á nokkurn einasta hátt. Þetta er lítið frumvarp en gríðarlega mikilvægt fyrir þolendur afbrota og á tímum þar sem mikið talandi gerandameðvirkni og það sé ekki tekið til þolenda að þá verður þetta rétt skilu bara frá Alþingi Íslendinga hvernig það lítur á bætur til þolenda. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 5. dagskrármálið. Almannatryggingar, kostnaður við greiðslur, frumvarp.
Mál 55 og þingskjali 55, 1. umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti. Hér mæli ég fyrir enn einu frumvarpinu, sanngirnis réttlætisfrumvarpi. Það breytingar á lögum almannatryggingar, nr. 102/2007 og lýtur að kostnaði við greiðslur. Meðflytjendur með mér flutningsmenn Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson, hv. þingmenn. 1. grein orðist svo: við 2. málsgrein 53. grein laganna bætist nýr málsliður svohljóðandi: Tryggingastofnun skal greiða allan kostnað sem hlýst af framkvæmd greiðslna. Í 2. grein segir: lög þessi öðlast þegar gildi. Í greinargerð með frumvarpinu segir að þetta mál var áður lagt fram á, takið nú eftir, 149., 150. og 151. löggjafarþingi. Ég að mæla í 4. sinn fyrir þessu máli, pínulítið sanngirnismál sem mun skipta mjög marga miklu máli í samhenginu. Það nú lagt fram hér að nýju óbreytt. Sífellt algengara að lífeyrisþegar flytjast til útlanda. Hvernig skyldi nú standa á því, virðulegi forseti, að lífeyrisþegar skuli taka þann pól í hæðina að það sé betra að kjósa með fótunum og fara burt af landinu sínu en að búa hér áfram? Skyldi ástæðan okkur vera sú að hér þeim búin slík fátækt og matarkarfan svo dýr að það ekki nokkur einasta leið fyrir þá að lifa á þeirri framfærslu sem þeir hafa frá Tryggingastofnun ríkisins? Það nú þannig að þeir sem hafa kosið að kjósa með fótunum og eiga rétt á því að í þessum tilvikum, þeir fá gjarnan greiðslur frá Tryggingastofnun inn á erlenda bankareikninga. Slíkum fjármunafærslum milli landa fylgir talsvert meiri kostnaður en hefðbundnum millifærslum innan lands, eins og allir vita, og lífeyrisþegar sem búsettir erlendis og bera þann kostnað sem greiðslunum fylgir verða því fyrir skerðingu á réttindum á grundvelli búsetu sinnar. Enn eitt dæmið, skerðingarmismunun. Virðulegi forseti, ég búin að týna tölunni fyrir langa löngu hvernig hægt og hvernig klipið og haldið áfram að beygja bóknum bökin. Því með frumvarpinu þá lagt til að Tryggingastofnun greiði þann kostnað sem hlýst vegna greiðslna opinberra réttinda svo að girt sé fyrir mismunun á grundvelli búsetu að þessu leyti. Þar að auki Tryggingastofnun, eins og allir vita, mun stærri viðskiptavinur í heildarsamhenginu og því betri aðstöðu til að semja við viðskiptabanka lægri kostnað á slíkum millifærslum. Millifærslan og var ef ég þekki það rétt, þá var þessi millifærsla í kringum 3.000 krónur á mánuði. Í hvert sinn sem að Íslendingur sem hefur kosið með fótunum og býr erlendis á sínum almannatryggingalaunum, þá þarf hann að greiða 3.000 krónur fyrir þessa millifærslu. Þetta eru 36.000 krónur íslenskar á ári. Fyrir einstakling sem búið að svipta heimilisuppbót, af því að það talið að þegar hann á heima erlendis að þá eigi hann sennilega hvergi húsaskjól, hvergi heima, þá hann sviptur í rauninni ótrúlega mörgum réttindum sem hann á hér frá Tryggingastofnun og hann fær í rauninni berstrípaðar almannatryggingagreiðslur með engu. Og svo ofan á allt saman, þá þarf hann að greiða fyrir þessa aumu millifærslu sem að í rauninni til, hún svo skammalega lág að það tekur ekki nokkru tali. Það margt, virðulegi forseti, í þessu ágæta kerfi okkar sem við þurfum að laga. Ég biðst velvirðingar, ég meinti ekki ágæta. Ég meinti þessu handónýta kerfi sem mannvont kerfi og niðurst á þeim sem síst skyldi. Og að þurfa að mæla fyrir þessu máli núna 4. skiptið í röð, þar sem við erum eingöngu að biðja það að vera ekki að mismuna fólki sem hefur það bágt að það hefur þurft að flýja land til þess að geta haft ofan í sig og átt fyrir mat, það sem miklu ódýrara að borða. En nei, þá skulum við taka við 36.000 krónur á ári í viðbót við alla skerðingarnar sem við skellum á þar og láta þau greiða meira en nokkra aðra almannatryggingaþega sem við leggjum inn á íslenska bankareikninga.
Þannig að virðulegi forseti, ég bara, kannski er skýringin á þessu. Ég mæli fyrir hverju málinu, réttlætismálinu á fætur öðru. Ég var að mæla fyrir ansi mörgum réttlætismálum í gær. Ég mun mæla fyrir 4 til 5 í dag. Það er náttúrulega ekki skrítið, það verður ekki neitt úr neinu því ég býst ekki við að stjórnarliðar sitji núna og fylgist með þeim málum sem Flokkur fólksins er að leggja fram og mæla fyrir. Ég býst við að þeir hafi bara yfir höfuð ekki hugmynd hvað við erum að gera og hverju við erum að reyna að ná fram. Því miður. Það sýnir í rauninni viljan til verksins, dugnaðinn í þessu fólki að reyna að vinna fyrir þjóðina sína. Ég til dæmis trúi því að svona einfalt mál, það gæti ekki verið mögulegt að maður var að mæla fyrir svona málum margsinnis sem að mun svo langur vegur vera frá því að muni setja ríkissjóð á hliðina þó þeir munu fylgja eftir þessu réttlæti. Áður en ég algjörlega sleppi mér, virðulegi forseti, þá er ég að hugsa að vísa þessu ágæta máli hérna til hv. velferðarnefndar. Næstum tekur til máls hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, kostnaður vegna greiðslu, smáaurar fyrir ríkið, svakalega stór peningur fyrir þá sem þurfa að halda. En tökum á því hvað við erum að tala fólk sem vill búa erlendis, tekur ákvörðuna, einhverju hluta vegna, kannski vegna þess að börnin eða einhverja aðra ákvörðun að vilja búa erlendis. Látum það liggja milli hluta. Síðan aðrir sem eru að flýja, hreinlega bara að flýja erlendis vegna þess að þeir telja sig geta haft það betra. En hvað gerir almannatryggingakerfið þá? Og ríkisstjórn eftir ríkisstjórn hefur komið þessu bútasaumskrímsli á laggirnar. Hvað skeður þegar viðkomandi tekur þessa ákvörðun? Jú, hann fær strípaðar bætur. Það teknar á honum heimilisuppbótin, það teknar á honum bílastyrkur, það tekin á honum lyfjastyrkur, það tekið að viðkomandi hefur það, það tekið að það er húsaleigubætur, sérstaka húsaleigubætur. Það á að gera allt sem hægt til þess að viðkomandi geti ekki á neinn hátt og dirfist helst ekki að reyna að eiga betra líf annars staðar. Og þessi kostnaður líka ofan á. Ég spyr mig og hef spurt mig alla tíð síðan ég kynntist þessu stórfurðulega kerfi almannatrygginga, hvernig í ósköpunum fóruð við að finna það upp. Og fyrsta lagi, hvernig í ósköpunum gátum við búið það til. Og þá í þriðja lagi, hvernig í ósköpunum getum við viðhaldið þessu kerfi. Án þess að roðna ekki, að blána ekki, eða, veist, hvað er það í sál ríkisstjórnar til ríkisstjórnar sem einhverju hluta vegna hefur látið þetta kerfi viðgangast áratugum saman? Það er mér gjörsamlega hulið og á einhvern undarlegan hátt þá er það, ef við horfum á það, hverjir eru í þessu kerfi, hverjir eru sem eru það minni, það er þeir sem eru verst settir til þessu örorkukerfinu. Það eru verst setta fólkið. Og ég spyr mig, ef þú ert veikur og hefur komist inn í þetta kerfi vegna þess að þú ert með meira en 75% örorku, þarf að refsa þér eitthvað meira? Er það ekki nóg refsing fyrir lífstíð að vera í þeirri afstöðu? Nei, segir ríkisstjórnin, og hin ríkisstjórnin og önnur ríkisstjórn og núverandi ríkisstjórn. Nei. Við þurfum að refsa þér meira. Þú dirfist að veikjast. Þú dirfist að slasast. Og ef þú ætlar að dirfast að fara erlendis, þá refsið þér ennþá meira. Refsikerfi. Þetta er búið að búa til þetta ömurlega refsikerfi. Og Virðulegur forseti, ég get ekki aðeins sagt við fólk sem ef einhver er að hlusta að eina leiðin til að breyta þessu, eins og ég sagði áðan, er hreinlega að breyta ríkisstjórn. Annars verður þetta allt óbreytt. Næstu tekur til máls hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson.
Virðulegur forseti. Ég er stoltur flutningsmaður þessa frumvarps til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar nr. 100/2007. Hér er, eins og fram hefur komið á fyrsta flutningsmanni, hv. þingmanni Ingu Sæland, lítið mál að ræða. Þetta er lagabreyting sem er upp á eina setningu. Tryggingastofnun skal greiða allan kostnað sem hlýst af framkvæmd greiðslna. Það er miklu algengara núna að lífeyrisþegar flytjist til útlanda og þá þarf að greiða þeim lífeyrisgreiðslur á erlenda reikninga. Og greiðslan á erlenda reikning getur kostað pening. Og það að lífeyrisþeginn sé látinn greiða þetta, vil ég meina að sé bara gott dæmi um íslenska átthagafjötra. Og það er með algjörlega hreinum ólíkindum að lífeyrisþegar eigi að greiða fyrir þessar færslur. Og þarna eru lífeyrisþegar að greiða fyrir störf Tryggingastofnunar, það má segja það. En það er annað þegar maður skoðar þetta nánar ofan í kjölinn. Þá sér maður, þetta er breyting á lögum um almannatryggingar, 53. grein. Greinin heitir Upphaf og lok bótaréttar og greiðslufyrirkomulag. Hér er klárlega með því að Tryggingastofnun lætur bótaþegana eða lífeyrisþegana greiða fyrir færslu á erlenda bankareikninga. Það er verið að brjóta jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar. Það er algjörlega klárt í mínum huga. Og ég get sagt ykkur af hverju, kæru þingmenn, hv. þingmenn. Í stjórnarskránni segir, 65. grein, allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Það að lífeyrisþegi sé búsettur á Íslandi og búsettur erlendis á ekki að skipta máli við greiðslu lífeyrisréttinda. Þannig að lífeyrisþegi sem búsettur erlendis, að hann fyrir að greiða fyrir greiðsluna á henni erlenda bankareikning. En lífeyrisþegi sem búsettur á Íslandi, hann greiði ekki neitt. Það er mismunun. Það er mismunun á grundvelli stöðu þeirra. Og það að ég tel að ef einhver lífeyrisþegi færi mál fyrir dómstólum, og ég veit að það er mjög kostnaðarsamt að láta reyna á slíkt, að þá til í það að hann ætti klárlega lögmæta hagsmuni að fara með það fyrir dómstóla. Og hérna, þetta frumvarp er hreinlega gengur út af það að leiðrétta þetta missetti milli lífeyrisþega sem er búsettur erlendis, hefur flust erlendis og fær greiðslur erlendis. Og ég efast að þetta sé öðrum ríkjum með sama hætti. Það væri minnsta kosti sterkt mál að vísa til stjórnarskrárinnar og segja að það sé verið að mismuna lífeyrisþega sem er búsettur erlendis að þurfa að greiða kostnaðinn við það að hann fái peningin á erlenda bankareikning. Það er engin málefnaleg rök fyrir því að lífeyrisþeginn er að borga þennan kostnað. Greiðslufyrirkomulagið, eins og 53. grein laga um almannatryggingar heitir, upphaf og lok bótaréttar og greiðslufyrirkomulag. Það felur í sér mismunandi greiðslufyrirkomulag fyrir þann sem er búsettur erlendis og sem er búsettur á Íslandi. Og þessi mismunun er brot á jafnræði. Það er mín skoðun og ég tel að þetta sé litla mál, sé gott dæmi um það, hvers konar kerfi við búum við. Og það er nákvæmlega sama með máli hér á undan. Það sýnir það að það sé nákvæmlega ekkert gert fyrir bótaþega, ekki neitt, og ekkert fyrir lífeyrisþega ef að það er ekki algjörlega skýrt stafað ofan í Tryggingastofnun hvernig fyrirkomulag eigi að vera. Og raunverulega ætti svona frumvarp að vera óþarft og það er sjálfsagður hlutur að ef lífeyrisþeginn vill fá þetta á erlenda bankareikning þá verður það greitt á erlenda bankareikning. Það er ekkert í lögunum sem segir það að lífeyrisþegunum ber að greiða fyrir færslu fjármunina eða innágreiðslu á reikningin. Það er ekki sem segir það. Og það þýðir það að Tryggingastofnun á að bera kostnaðinn. Og ég trúi bara ekki öðru en að þetta mál fái jákvæða meðferð í þingnefnd. En ég veit það núna að þetta er í 4. sinn sem málið er flutt.
Þannig að það ekki vísan að róa, en ég nýr hér á þingi og lifi í von og að eðlisfari mjög bjartsýnn maður og ég ekki ennþá haft þá reynslu að vera að flytja þetta litla mál 4 sinnum. En ég bara get ekki séð það að öðruvísi en í ljósi jafnræðis fyrir lögunum og varðandi stöðuaðila að það sé forsvaranlegt að vera að greiða þetta, og þetta svo sjálfsagt mál að þetta renni gegnum þingnefnd. En ég veit ekki hvort það sé að vísan að róa með að þetta sé 4. sinn sem er að flytja málið. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, þetta áhugavert mál sem við ræðum hérna, af því að það dálítið merkilega flókið að einhvern veginn færa peninga milli landa. Af stundum góðum ástæðum en stundum af mjög skrýtnum ástæðum. Þegar að lífeyrisþegi fær lífeyri hér á landi, þá má maður alveg spyrja sig, hann þá ekki að fá greitt hér á landi og þarf þá að sækja sér peninginn hvar sem hann er? Og á móti þetta hægt að benda á, ef það eitthvað flókið eins og þetta frumvarp bendir á, af hverju þarf það að vera flókið? Af hverju þarf það að vera flókið? Ég upplifði það einmitt þegar ég flutti frá Bandaríkjunum til Íslands að það var svona eina skipti sem ég þurfti að vesenast í að færa fjármuni á milli landa. Það safnaðist upp svona launareikning erlendis og maður kom heim og þá þurfti maður að flytja afganginn, sem var ekki voðalega mikið, en eitthvað samt. Og ég held á debitkorti, bara á bankareikningnum í Bandaríkjunum og bara tæma hann og sjálfsögðu, ekki ef þetta er neitt voðalega flókið. En það kostar alveg hlutfall af þeim pening sem ég ætla að taka út. Það er 2,5% eða eitthvað svoleiðis, sem bara fáránlegt. 2,5%, það skiptir, hvaða mál skiptir það hvort ég sé taka út $100 eða $200, á hverju þarf greiðslan einhvern veginn að vera hærri eftir því sem ég tek meira út af reikningnum mínum. Það er alveg fáránlegt. Þannig að ég fer þá í bankann og spyr gjaldkera hvernig þetta eiginlega hægt. Það hægt að gera einhverja símgreiðslu, það föst upphæð fyrir það. Þannig að ef ég ætla að flytja lága upphæð, þá kostar það samt $100 eða hvað sem það var. Ef ég ætla að flytja $1.000, þá var það samt bara $100. Það er allt í lagi, það er há upphæð, en það hljómar rökrétt, af því að færslan sem slík kostar bara þetta óháð því hversu mikið að fjármagni er að færa símleiðis á milli landa sem stafræn. Já, það er mjög skrítið. En reikningurinn hjá mér var ekki einhvern veginn settur upp þannig að ég gat ekki notað þá leið, því miður. Ég þurfti að fara í útibúið og virkja það og það væri hægt og alls konar svona passa sem upp á það. En það eru rosalega margir sem fara illa með það hvernig fjármagnir flutt á milli landa, alls konar svona starfsemi í því sem að við viljum helst ekki að sé endilega auðveld, en kannski einhverjum tilvikum það átti þetta að vera svona aðgengilegra. Ódýrasta lausnin þegar allt kom til alls, stórfurðulegt, alveg gjörsamlega stórfurðulegt. En það var að taka upp tékkaheftið sem var með á reikningum út. Pappírinn, nota það ennþá mjög mikið út í Bandaríkjunum, þá skrifa maður tékka fyrir húsaleigun og eitthvað svoleiðis. Það var að skrifa tékka fyrir innistæðinni í reikningnum, láta bankann minn hér á Íslandi fá þann tékka. Sá bankinn minn hérna sendir hann til viðskiptabankan síns, sem ekki minn banki í Bandaríkjunum, heldur viðskiptabanka síns í Bandaríkjunum, sem tekur við henni, þetta er verið að póstleggja bókstaflega, fljúga með ávísununa í hinn bankan sem að fer með hann síðan í minn viðskiptabanka, bara físíst, bara nákvæmlega tékka sem ég skrifaði, og fær þá innleystan peninginn sem hann sendir síðan aftur til viðskiptabankans míns hérna á Íslandi. Þetta var ódýrasta leiðin, gjörsamlega fáránlegt fyrirkomulag. Og maður veltir því fyrir sér á þessari bara tölvuöld þegar maður hélt einmitt á debitkortinu í hendinu og tekkeftinu hérna, af hverju það ódýrara fyrir mig að senda bréfsefni svona í flugpósti í rauninni á millilanda. Þess vegna getur farið í skipi, við það ekki, því að það er takmark á tíma sett á þessa millifærslu upp á 1 mánuð. Ef þetta klárast ekki á 1 mánuði, þá núllast millifærslan út og þetta tók 1 mánuð.
heilan mánuð með póstsendingagjöldum og öllu, og ég veit ekki hversu miklu vesenni á sko mannlegri vinnu við að handfjalla sko ávísununa sem ég var að senda, miðað við að ég geti stungið debitkortinu mínu í hraðbankann og fengið nákvæmlega sama pening fyrir, ég hefði haldið að það var einhvern veginn ódýrara. Ég hefði haldið það. Og þetta kannski innlegg inn í svona þetta vandamál sem við glímum hérna. Við erum íslenska greiðsluþjónustu núna, gaskringilegt, og við erum með ýmiss konar, annars konar greiðsluþjónustu möguleika, til dæmis á rafmyntum og þess háttar, sem að kosta brot af því sem að svona sendingar, beinar peningasendingar á milli banka kosta. Áhættan af því náttúrulega að þú kannski kaupir rafmyndina þá hérna á Íslandi og selur hana þá kannski í landinu sem þú tekur við. Og það gerist yfirleitt svona nokkurn veginn á sama tíma. Þannig að þú ert ekkert að geyma neina peningar á milli og það verður ekki hrun á rafmyndina meðan og eitthvað svoleiðis, og færslugjöldin þarna eru miklu lægri. Það eru til nefnilega fleiri möguleikar heldur en er boðið upp á. Og að þurfa að grípa kannski til ódýrastu millifærslu leiðarinnar, til dæmis rafmyntaleiðar, bara dálítið fáránlegt svona í nútíma dagsins. En við skulum samt hafa það svona bakveðir að það verið að misnota rosalega mikið af peningaflutningadóti á millilanda, þar sem að það peningum komið fyrir í alls konar skattaskjölum og svo framvegis. En fyrir venjulegt fólk og upphæðir sem við erum að tala hérna, þá á þetta ekki að vera vandamál. Það ekkert mál fyrir tölvukerfi að sjá þegar að einhver aðili eða einhver aðrir að senda kannski fullt af smáum upphæðum til þess að reyna að fara kannski undir radarinn eða eitthvað svoleiðis, safnast bara saman, vekur strax athygli. En þegar einhver einn aðili að senda nokkra tugi þúsunda í hverju mánuði, þá það ekki neitt sem að neinn á að hafa áhyggjur af. Og ég legg það svona inn í þessa umræðu að þetta á ekki að vera vandamál fyrir neinn, hvorki lífeyrisþegann né Tryggingastofnun, af því að það á ekki að kosta svona mikið að senda peninga á milli landa. Og þeim mun síður ætti það að vera einmitt þá vandamál að breyta því á þann hátt að Tryggingastofnun eða ríkið taki bara einfaldlega þann kostnað á sig og finni út einmitt ódýrustu leiðin til þess að koma þessu á sinn stað. Vonandi ekki með því að þurfa að senda ávísun. Andsvar veitir hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, þetta var áhugaverður fundur sem hæstv. Þingmaður kom inn á. Ég hef nú búið erlendis í Bandaríkjunum meðal annars, og ég veit að þeir eru mjög uppteknir að tékka með þá. Þeir voru allan það síðast ég var, og það alveg með ólíkindum hvernig greiðslufyrirkomulagið þar, greiðslukerfið. En það líka stór hluti fátæks fólks sem eru utan bankaþjónustu, mjög stór hluti, og með svokölluð payday lán sem eru okurlán. Þannig að ég myndi ekki bera okkur saman í Bandaríkjunum alveg hvað þetta varðar, og ég reyndar nýlega fékk greiðslur frá Bandaríkjunum og það var eftir töluvert baks, það tókst loksins. En í Evrópu og líka Bandaríkjunum í dag þetta ekkert mál raunverulega. Það eru allir bankar með svokallað SWIFT-kóða. Þið getur bara síðan neðst á heimasíðum bankana. Menna kóði Arion SRE og Íslandsbanki Glitnis RE og SWIFT-kóðin svokallað Business Identifier Code, og svo eru allir einstaklingar með svokallað IBAN-númer. Allir bankareikningar á Íslandi eru með IBAN-númer, hluti af IBAN-númeri, og IBAN stendur fyrir það alþjóðlegt bankanúmer, International Bank Account Number. Þannig að það að flytja peninga milli landa ekkert mál, á ekki verið neitt mál. Og Ísland óvenju vel staðsett hvað varðar greiðsluþjónustu, og Norðurlöndin og Evrópa líka. Og meira þess að bankar hagnast á millifærslunni úr íslensku krónu sem Tryggingastofnun myndi vera að borga, þurfti að kaupa krónur úr leiðinni, og ég margoft flutt peninga milli Noregs og Íslands, og ég hef aldrei pælt í kostnaðinum. Það einhver kostnaður hana, og það að Tryggingastofnun skuli ekki borga þetta, það algjört hneyksli mínu mati. Það ekki neinn munur í vinnu að flytja pening inn á íslenska bankareikning
og erlenda bankareikning. Og þá það raunverulega bara munurinn á IBAN-númeri og hinu raunverulega bankanúmeri. Þannig ég spyr hv. þingmann, sér hann einhvern mun á þessu og sér hann einhver rök fyrir því, þó sé kannski meira vandamál í Bandaríkjunum eitthvað, alveg örugglega í ljósi sögunnar, það búið að skána allar með síðustu reynslu, á því að þessi kostnaður eigi ekki að greiðast og vera bara sjálfsagður hluti hjá Tryggingastofnun að greiða, svo lítið sem hann Það svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, ég myndi ætla sem svo að lífeyrisþegi tilgreini í rauninni bara hvaða bankareikninga á milli fara á. Slíkri millifærslu fylgja oft mismunandi háar, mismunandi hár kostnaður. Og að einhverju leyti það þá kannski val að velja bankareikning sem háar millifærslugreiðslur á eða eitthvað þvíumlíkt sem var ekki sniðugt að gera. Það sem ég reyna að benda á að það ættu að í nútíma heimi þá ættu varla að vera til slíkur kostnaður á millifærslu. Þannig að í þannig heimi það skiptir ekki máli hvaða reikning lífeyrisþegi velur til þess að láta milli fara á. Og af því að kostnaðurinn hvort þið sama á enginn. En við búum ekki við það akkúrat eins og því miður. Þannig að ég sé ekkert af því að þetta sé upphæðin sem lífeyrisþegi fær skilgreinda inn á bankareikning sinn óháð öðrum kostnaði. En ég sé líka svona ákveðin sanngirnisrök á bak við það að það sé allavega að vera að velja þannig reikninga sem ekki vesen að milli fara á. Ég veit ekki. En ég bara að benda það, gerum betur einfaldlega bara í þessum millifærslu atriðum þannig að við nýtum það aðgengi sem til í heiminum í dag til þess að lágmarka allan svona kostnaðurinn fyrir alla borgara, ekki bara lífeyrisþega heldur alla. Þá þetta ekki vandamál þegar að allt kemur til alls, þá getur fólk flutt svona á milli fram og tilbaka og borið þessa aura kannski sem að myndu teljast af hverri færslu fyrir sig. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Málið bara þetta, það á ekki vera nokkur einasti munur á því hvort að lífeyrisþegi sé með erlenda bankareikning eða íslenska bankareikning séð frá Tryggingastofnun. Það á ekki vera nokkur munur á því. Og hæstv. þingmaður minntist á peningaþvætti og annað slíkt. Ég held að séu bara, ef eitthvað það eru betri peningavarnir erlendis en hér á landi. Við vorum að lista við Sameinuðu þjóðir ríki og annað slíkt tíma sem svartur listi í heiminum, hvað það varðar. Og það sem líka fyrir lífeyrisþegana sem skiptir máli, þeir auðvitað geta að nota íslenskt kort, þeir geta að nota íslenskt bankakort, en þá alltaf gjaldeyrisviðskipti í hvert einasta skipti þegar þeir greiða. Það miklu betra ef þú býr erlendis að vera í viðskiptum við þarlendan banka og nota kort þess lands og nota gjaldmiðil þess lands. Þannig að það mikil hagræði fyrir lífeyrisþegana að nota erlenda bankareikninga. Og það að þessi fjárhæð sé að vera að rukka þá hvert einasta skipti sem verið að færa pening frá Íslandi yfir á erlenda bankareikning, að það skuli vera dregið af lífeyrisgreiðslunum, það tel ég ekki standast jafnræði með búsetu. Og við eigum að hafa jafnræði á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins og ef einhvern tíma ættum að njóta góðs af frjálsum fjármagnsflutningum, þá væri það að minnsta kosti til lífeyrisþega. Og þetta alveg klárt mál að þetta bara, þetta svo mikið smámál og það að vera að standa í þessu bara finnst mér algjört hneyksli. Tryggingastofnun á bara að taka þetta upp hjá sjálfum sér, en ég bara vona það að Alþingi samþykki þetta frumvarp og gefi þau skilaboð til Tryggingastofnunar hvernig á að gera þetta í raun og svo að fólk geti þá stofna erlenda bankareikninga. Það smá mál, þá þetta að hafa, reyndar ekki kennitöluæði erlendis eins og hér, en menn þurfa að sanna sér deil og annað slíkt og það bara sjálfsagt mál, fólk sem vill búa erlendis, þá að fá að gera það og njóta íslenskari lífeyrisréttinda erlendis á þess að verið tekið þær. Ég meina þetta gott að heyra álit
álit hv. þingmanns á því hvort að þessi munur sé ekki bara einfaldlega algjört hneyksli. Svarar andsvari síðara sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, ég velti fyrir mér af hverju Tryggingastofnun á að standa í því að kaupa gjaldeyri. Er rauninni ekki bara verið að millifæra íslenska krónur til fólk sem er með íslensk lífeyrisréttindi? Það já, hv. þingmaður bendir á að stundum gerist það einmitt sjálfkrafa, en kostnaðurinn einmitt við það, hvar lendir hann, það er lykilatriði hérna. Ég myndi halda allavega frá hendi Tryggingastofnunar sem er að greiða í íslenskum krónum, af því að það er það sem við samþykkjum hérna á þingi, fjárheimildir í íslenskum krónum, að það sé það sem að Tryggingastofnun skila frá sér og þarf ekki að bera annan kostnað umfram það. Það hlýtur að vera sá sem tekur við íslensku krónum sem ákveður síðan hvað viðkomandi vill gera við þær krónur. Þar finnst mér allavega að vera jafnræðið gagnvart öllum sem eru með íslensk lífeyrisréttindi að fá þær íslensku krónur sem þær eiga rétt á, ekki dollarana eða evrunar eða hvað annað sem það er. Það er að segja á kostnað ríkisins og kostnað allra annarra. Þannig að sá kostnaður sem slíkur er gjaldeyriskostnaðurinn á slíkri á þeirri færslu. Ég sé ekki að við séum að samþykkja það endilega hérna í fjárlögum eða í lögum, en millifærslukostnaðurinn er hins vegar allt annað. Andsvörum er lokið. Fleiri hafa ekki kvassið hljóð, svo er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir mótmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 6. dagskrármálið, félagsleg aðstoð, heimilisuppbót, frumvarp, 56. mál, þingskjal 56, 1. umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti. Enn eitt sanngirnis- og réttlætismálið sem ég mæli hér fyrir í dag. Þetta er frumvarp um breytingar á lögum um félagslega aðstoð nr. 99/2007 og lýtur að heimilisuppbót. Flutningsmenn með mér eru Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson, hv. þingmenn. 1. grein frumvarpsins orðist svo að á eftir 1. málsgrein 8. greinar laganna komi 2 nýjar málsgreinar svohljóðandi. Lífeyrisþegi sem býr með einstaklingi sem ekki hefur náð 21 árs aldri, hann telst ekki hafa fjárhagslegt hagræði af sambýli eða samlögum húsnæðisaðstöðu eða fæðiskostnað. Foreldri einstaklings sem er á aldrinu 21 til 25 ára og stundar fullt skólanám eða starfsþjálfun telst ekki hafa fjárhagslegt hagræði af sambýli eða samlögum húsnæðisaðstöðu eða fæðiskostnað. Skilyrði er að námið og þjálfunin taki að minnsta kosti 6 mánuði hvert ár. Ef er að ræða óreglulegt nám eða námskeið þá skal námstími reiknaður í kennslustundafjölda á almanaksári og telst á 6 mánaða nám samsvara 624 kennslustundum. Brúttómánuði telst heill mánuður. 2. grein, lögin öðlast þegar gildi. Í greinargerð með frumvarpinu sem lagt var fram á 151. löggjafarþingi og ég að mæla fyrir því í annað sinn, því það sem það náði ekki fram að ganga síðasta löggjafarþingi, eða réttara sagt var það þá á seinasta löggjafarþingi síðasta kjörtímabils. En hér ég að leggja það fram að nýju. Skömmu eftir að þetta frumvarp var lagt fram síðastliðið vor þá gerði ráðherra loks langþráðar breytingar á reglugerð heimilisuppbót sem kom í veg fyrir að heimilisuppbót skerðist vegna námsmanna á aldrinum 18 til 25 ára sem búa á sama heimili og lífeyrisþegi. Því ber að fagna. En fullt tilefni er til að ganga alla leið og tryggja réttindi foreldra að þessu leyti í lögunum sjálfum. Sem sagt, við eigum að tryggja þessi réttindi í lögunum sjálfum, ekki í reglugerð sem byggir á lögunum og gefur ráðherra heimildir framkvæmdarvaldinu, löggjöfina og taka málið að sér og á að festa þetta og tryggja í löggjöfinni sjálfri.
Auk þess gengur þetta frumvarp lengra en gildandi reglugerð, þar að undanþága frumvarpsins nær einnig til einstaklinga sem ekki eru í námi á aldrinum 18 til 21 árs. Löggjafanum ber að tryggja friðhelgi fjölskyldu og heimilis. Bannað er að skerða þá friðhelgi nema með lögum og aðeins ef brýna nauðsyn ber til vegna réttinda annarra, samanber 71. grein stjórnarskrárinnar. Óumdeilt er að löggjöfin mismunar fjölskyldum á ýmsa vegu og ýmis lagaákvæði stuðla beinlínis að sundrung og upplausn fjölskyldunar. Sundrung og upplausn fjölskyldunar. Það sá raunveruleiki sem lífeyrisþegar almannatrygginga mega þola. Ýmis réttindi falla niður leið og börn á 18 ára aldri. Við það tímamark þá verða lífeyrisþegar fyrir verulegum tekjumissi. Líkt og aðrir þá missa þeir rétt til barnabóta en einnig missa þeir ýmis önnur réttindi, barnabætur, barnalífeyri og mæðra- og feðralaun til dæmis falla niður. Auk þess fellur niður réttur til heimilisuppbótar ef að barn dvelur áfram á heimili einstæðs foreldris. Tekjur einhleypra tveggja barna móður skerðist eða föður skerðast nærri 100.000 krónur á mánuði þegar eldra barnið nær 18 ára aldri. Þá lækka barnalífeyrir og mæðralaun en heimilisuppbótin skerðist að fullu. Með undanþágum má þó fá réttinn framlengdan 2 ár til viðbótar ef barn í fullu námi en sækja þar sérstaklega það. Það liggur í augum uppi að núgildandi löggjöf brýtur niður fjölskyldur sem ná ekki endum saman án þessara framfærslu. Til þess að missa ekki réttinn til heimilisuppbótar þá neyðast margir foreldrar til að vísa börnum sínum einfaldlega á dyr. Þannig má oft gera ráð fyrir að lögheimilisskráning á öðru heimili sé aðeins til málamynda. Vissulega eru gild rök fyrir því að bætur sem eiga að renna til einstæðra foreldra skuli falla niður þegar börn þeirra ná fullorðinsaldri. Það verður þó að gæta þess að áhrifin verði ekki of íþyngjandi. Það þarf að dreifa álaginu betur og koma í veg fyrir að allir greiðsluflokkarnir skerðist á sama tíma. Því er lagt til að heimilisuppbót skerðist ekki vegna barns sem býr á heimili foreldra fyrr en það hefur náð 21 árs aldri. Sambærileg undanþága er nú þegar í reglugerð en gerir kröfur að barn sé í fullu námi. Með því að girða fyrir að heimilisuppbót foreldris falli niður þar til einstaklingurinn nær 21 árs aldri þá gefst ákveðið svigrúm svo að viðkomandi geti fundið sér nám eða vinnu við hæfi og leitað jafnvel að hentugu húsnæði. Þá er einnig lagt til að heimilisuppbót skuli ekki falla niður hjá foreldri einstaklings í fullu námi fyrr en að einstaklingurinn verður 26 ára gamall. Þannig skapast svigrúm einstaklingsins til þess að búa heima þar til framhaldsnáminu lýkur. Þá er viðkomandi raunverulegt val það að búa heima meðan á framhaldsnáminu stendur eða á eigin vegum og taka námslán. Börn efnaðra foreldra geta valið á milli og notið góðs af því að hafa búið heima á námstímanum. Þetta val á að standa öllum til boða óháð efnahag. Skerðingarreglur sem miða við aldur barna eru til þess fallnar að auka enn frekar á ójöfnuð og líkurnar á því að börn einstæðra öryrkja fái tækifæri til að brjótast út úr fátæktargildrunni sem foreldrarnir búa við eru litlar sem engar. Verði þetta frumvarp að lögum þá hverfa verstu áhrif slíkra skerðinga og einstaklingnum er gert mögulegt að brjótast út úr viðjum fátæktar. Virðulegi forseti. Það er alveg með hreinum ólíkindum að maður skuli vera að lesa þetta upp, að það skuli vera raunveruleg staða í dag, að við skulum raunverulega vita til þess að foreldrar þurfa að vísa börnum sínum frá lögheimili sínu og þurfa að skráða einhvers staðar annars staðar í búsetu til þess að verða ekki af tugum eða yfir 100.000 krónum á mánuði af launum sem þeir hafa hingað til ekki geta lifað af. Hvurslags kerfi er það? Myndum við kalla þetta fjölskylduvænt kerfi? Virðulegi forseti, í dag þá eru 11% allra einstaklinga sem eru á árganginum sem eru 19 ára á þessu ári, 11% atvinnulaus og í engum skóla. Atvinnulaus og í engum skóla. Þannig ég segi, virðulegi forseti, það er ekkert annað en sanngjarnt og eðlilegt að gefa fjölskyldunni kost á því að framfleyta barninu sínu sómasamlega eins og kostur er þrátt fyrir að einstaklingurinn sé orðinn lögráða. Sérstaklega við horfum nú á hvernig ástandið er í samfélaginu í dag
þar sem ákall eftir bættu húsnæðisástandi, þar sem húsnæðisástandið í rauninni bara í rusli, virðulegi forseti, í orðsins fyllstu merkingu. Það er með hreinum ólíkindum að maður skuli vera að borga hátt í 1 milljón króna fyrir einn múrstein. Slíkt verðbrjálæðið orðið á markaðnum í dag. Svoleiðis bólumyndunin að þetta allt saman, þetta svoleiðis með slíkum ólíkindum að jafnvel uppsprengt verð á eign, að yfir boðið jafnvel 10–15% meira og jafnvel komið peningar í tösku til þess að staðgreiða eignina, því slíkur ágangurinn eftir húsnæði. Hvernig stendur á því, virðulegi forseti, hvernig hægt að réttlæta það með nokkru einasta lifandi móti að foreldrar, hvað þó einstætt foreldri, skuli vera sett í þá aðstöðu að þurfa að reyna að hringja í vini og vandamenn út allar koppagrundir til að reyna að fá barnið sitt skráð hjá þeim svo það missi ekki það sem að því ber frá almannatryggingakerfinu. Þetta með slíkum ólíkindum og alveg eins og formaður Öryrkjabandalagsins Þuríður Harpa bendir á, að þá er það svívirðilegt að þetta nú aðalega öryrkjar og þeir sem að búa bágast sem að ítrekka lenda í því að þurfa að fleygja börnunum sínum á pappírunum á dyr til þess að geta í rauninni náð þokkalega endum saman, sem þeir gera reyndar ekki, öryrkjar gera það bara alls ekki. Og nú erum við að tala frumvarp sem eingöngu að taka á því að börnin, einstaklingurinn, þegar hann komin yfir 18 ára aldur og fram til, ef hann í fullu námi, til 26 ára aldurs eða til 21 árs aldurs þó hann sé ekki í námi, að þessi einstaklingur ekki að leggja krónu til heimilisins. Hann heldur bara áfram að vera á framfæri foreldrisins. Af því að ýmist hann ekki í vinnu eða hann ekki í námi eða hvoru tveggja. Hann leggur ekkert til heimilisins. Þannig að hvernig má réttlæta það að skerða slíka fjölskyldu yfir 100.000 krónur, fjölskyldu með 2 börn eða einstætt foreldri með 2 börn, ríflega 100.000 krónur á mánuði, einungis út af því að einstaklingur ekki í námi, finnur sig ekki í það að vera í námi og hefur náð 18 ára aldri. Það er samt virðingarvert að þessi reglugerð hafi komið hér fram. Hún bætir þó aðeins betur, en hún gengur ekki nógu langt. Þetta frumvarp gengur mun lengra og það tryggir það í löggjöfinni að það verði ekki hægt að fleygja börnunum á dyr eftir að þau hafa náð 18 ára aldri þrátt fyrir að þau séu ekki í 100% námi. Og ég var nú að tala einmitt við einstæða 2 barna móður sem á tímabundinni örorku núna, endurhæfingarlífeyri, minni með það, já, heitir það nú, vegna mikilla veikinda, og hennar sonur sem sagt ekki í fullu námi. Hann sem sagt ekki í fullu námi. Hann hefur ekki burði til þess akkúrat núna á þessu augnablikki að vera í fullu námi, og hvað gerist þá? Hún skert. Hún skert algjörlega niður úr öllu valdi og við teljum það í Flokki fólksins þetta vera algjörlega óásættanlegt. Og við teljum að þessi þjóðfélagshópur, sem bersýnilega verið að mismuna fjölskyldunni vegna efnahags, við teljum að hann þurfi meira á því að halda að við búum til góðar reglur sem í rauninni virka vel fyrir þetta fólk heldur en flestir aðrir. Þeir þurfa á Flokki fólksins að halda. Og öllum þeim þingmönnum góðum sem eru tilbúnir að ganga þessa götu með okkur til bættrar búsetu og fjölskyldugerðar, vegna þess að við viljum styrkja fjölskylduna. Við erum fjölskylduvænt flokkur. Við viljum efla fjölskyldueininguna. Við viljum ekki sundra fjölskyldunum. Aldrei. Þannig að ég vísa þessu máli, ég þurfi nú ekki að mæla fyrir því í 3. sinn, virðulegi forseti, og vísa málinu til háttvirtrar velferðarnefndar. Andsvar veitir hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, ég skilji vel tilganginn með þessu máli, en ég klóra mér dálítið í þessum. Af hverju þarf endilega sá sem á rétt á svona lífeyri að telja
einhverja sem að viðkomandi býr með sem einhvers konar frádrátt frá réttindum sínum, orðað þannig kannski. Má viðkomandi ekki ráða því hverjum hann býr með? Er spurningin sem ég myndi vilja spyrja. Og vissulega lagar þetta frumvarp ákveðin ára fjölda þarna, en markmiðið þetta sjálfsögðu vera bara að leyfa fólki að búa með hverjum sem það vill til þess að ná því hagræði sem það getur ef það hefur áhuga á því, eða ekki, bara búa eitt þess vegna, eða hvernig sem það er. Því að kerfið okkar eins og fyrir þó nokkuð marga virkar á þann hátt að það sundrar fólki. Og það er mjög skrítið að kerfið búi til þess háttar möguleika. Þannig að ég myndi vilja sjá eitthvað þessu, svona nálægt þessu bara samþykkt, en stroka bara út það að þurfa endilega að hætta árið 21 árs eða 4 ára, hvernig sem það er þarna. Og bara leyfa fólki að fá þau réttindi sem það á sem sjálfstæðir einstaklingar, óháð því með hverjum þau kjósa að búa. Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni fyrir góða fyrirspurn. Jú, að sjálfsögðu eigum við að fá að ráða því með hverjum við búum, en nei, stóri bróðir segir nei, ríkisvaldið segir nei, þú verður að skrá alla sem eru með lögheimili hjá þér, svo við getum farið að skerða, vegna þess að við búum við eitt það öflugasta og stórfurðulegasta og andstyggilegasta skerðingakerfi í öllum heiminum. Þannig að leið og við sjáum það að hugsanlega ætti viðkomandi, af því að ríkisvaldið velur það, jú, við skulum vera ákveðin í því að viðkomandi getur farið að vinna, og þá má náttúrulega sá sem að heima situr og öryrki og hefur haft að bátt allan tíman í uppvexti á viðkomandi einstaklingi, hefur hann þurft að hokra allan tíman, nei, þá má ekki koma viðbúta króna inn á heimilið, öðruvísi tekin í bakarið. Það er nú þannig því miður hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson, og það sem verra þetta á líka við sambúðarmaka. Þetta á líka við ef við erum hjón og annað öryrki en hinn með þokkalega tekjur. Þá skalt þú öryrki góður áttað á því að þú verður skertur algjörlega og færð ekki nokkuð skapaðan hræðilega hlut. Þú verður gerður fjárhagslega algjörlega ósjálfstæður frá A til Ö, af því að makiðinn, hann á að sjá þig og ekki bara sjá þig. Þú verður að betla á honum í bíó og fá að kaupa þig brjóstahaldara og nýja skó og má ég elskulegi maki fara í klippingu. Þetta er í rauninni líf öryrkjans. Þetta er það kerfi almannatrygginga sem að öryrkjum er búið í dag. Því miður, og í rauninni nánast öllum almannatryggingaþegum sem að hafa í engin önnur hús að vernda en blessuðu almannatryggingarnar, sem við þurfum náttúrulega hv. þingmaður að fara að taka núna almennilega til rækilegrar uppstokkunar, helst að henda þeim í rusli, kveikja í þessum tryggingum núna og byrja algjörlega upp á nýtt. Það veitir andsvar síðari sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég tek hjartanlega undir með hv. þingmanni hvað þetta varðar, á bara kveiki í svo, henda svo haugana og nota það sem orku til þess að gera betur. Því að allavega í öllum þeim svona, ég vann við það að búa til kerfi, forrit til dæmis, það er bara kerfi. Og þegar maður kemur að einhverju sem er bara orðið gjörsamlega ónothæft og óskiljanlegt, þá er svo rosalega mikil vinna sem fer í það að reyna að laga það. Miklu meiri vinna heldur en það kostar í rauninni að byrja bara på nýtt. Af því að þegar við vitum hvað við viljum, hvernig við viljum hafa kerfin, að þá er erfiðar að kreista það út úr einhverju sem er eitthvað allt annað, byggðist upp á allt öðrum forsendum til að byrja með og var síðan plástrað aftur og aftur til þess að reyna að ná einhverjum nýjum viðmiðum. En undirliggjandi er sama gallaða hugsun og var þegar að kerfið var búið til að byrja með. Það þýðir ekki endilega að kerfið hafi verið gallað þegar það var búið til, heldur að aðstæður hafa breyst á þann hátt að það er orðið úrelt. Það er bara mjög eðlilegt. En ég lendi rosalega oft í því að fólk fer í vörn við kerfin af því að það bjóða til og af því að
Einhverjir stjórnmálaflokkar bjuggu til þetta kerfi, þetta svo æðislegt kerfi, það má ekki breyta því, það verður bara að halda því og stakbæta það og þá verður það frábært. Í staðinn fyrir að viðurkenna, já, það var frábært kannski þegar við byggum það til, aðstæður breyttust sem að gerðu það ónýtt og nú þurfum við bara að gera aftur. Og þetta kannski það sem að hæstv. Félagsmálaráðherra að fara að stúsast í. Ég hef ekki hugmynd það, hefur aldrei komin eitt skýrt svar það hvernig á að endurskoða þetta kerfi, hvort á það bara að laga það, hvort á það að stokka það alveg upp á nýtt. Ég vonast til þess að það komi kannski einhvern tímann eitthvað fljótlega sem eitthvað nálægt því að útskýra fyrir okkur hver hugsunin þar á bakvið. En þangað til þá skulum við reyna að gera það besta við það sem við höfum. Svarar andsvari síðari sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni síðara andsvar og segja aðeins þetta kerfi sem að hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson hefur gjarnan kallað bútasaumaða skrímslið Frankenstein, það alveg rétt. Það er svo stagbætt að það skilur það í rauninni enginn, ekki einu sinni fólkið í Tryggingastofnun ítrekað lendir fólki því að það fær ekki einu sinni svör vegna þess að þetta nánast óskiljanlegt kerfi. En hvort að þessi endurbót á kerfinu sem að núverandi stjórnvöld eru að boða og við fá kannski að líta ljós ef að líkum lætur 5 mínútur í næsta kjördag, þá í rauninni hef ég litla trú og nú ætla ég að gerast völva og spákona miðað við allt og allt. Það sem þeir ætla að byggja á, það er ekki að stokka upp kerfið og henda því og byrja upp á nýtt. Þeir ætla að vaða í almannatryggingarnar sjálfar og koma með hið fræga starfsgetumat, þannig að þeir geti kreist ennþá meira af þeim lægst launuðu, þannig að það sé þeirra að ákveða það hvort að þú ert með starfsgetu upp á x% eða ekki. Það er nákvæmlega það sem þessi ríkisstjórn hefur boðað, gerði það minnsta kosti í sinni mynd fyrir á síðasta kjörtímabili. Ég veit ekki hvað hún hefur þá fengið að borða í millitíðinni ef hún búin að skipta skóðun, en alveg ég með það 100% sannfærð það að það eina sem þeir ætla að gera það að hjóla í þetta starfsgetumat sem akkúrat engum til góðs nema það að öryrkinn sjálfur fá að meta sína starfsgetu. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti. Enn eitt frumvarpið frá Flokki fólksins sem sett fram til þess að reyna að bæta þetta skelfilega kerfi sem einhverjir snillingar í fyrri ríkisstjórnum hafa fundið upp á og aðrir snillingar í þeim ríkisstjórnum eftir komu hafa bætt inn í til bölvunar. Heimilisuppbót eitt af þessu furðuverkum sem í þessu kerfi og ég rifja upp fyrir ekki svo nokkrum árum síðan, ég man ekki nákvæmlega hvernig það var, kom upp sú umræða að það væri alveg stórfelld svik í almannatryggingakerfinu. Örorkuþegar væri þvílíkir svikarar, kerfið væri að tapa að ég man eitthvað á 4 milljarð vegna svika. Og það fór fram gífurleg rannsókn á því að finna þessa óheiðlega veika fólk eða eldri borgara í kerfinu sem væri að svíkja svona gífurlega fjárhæðir. Þetta var tengt við einhverja erlenda rannsókn sem átti ekkert við þetta mál, en það tókst einhvern veginn að tengja allt saman og svikaleitin hófst og jú, þeir fundu svikara. Ekki stórfellda, heldur í litlu mæli. Og hvaða svikara voru þar á ferð? Jú, það fólk sem hafði verið í sambúð en skráð sig úr sambúð. Skráð sig á sitthvort heimilisfangið. Hvers vegna gerði fólk þetta? Jú, þetta var út af neyð. Og ég tel að með þessu hafi neyðarréttur virkast. Þegar
er þrengt svoleiðis að framfærslu fólks að það sé fram á að það getur hvorki framfært sjálfur sér né börnum sínum, þá á neyðarrétturinn að virkjast og því miður var það í þessu kerfi að fólk var að nýta þann rétt sinn að reyna bara hreinlega að lifa af. Almannatryggingakerfið ef við tökum bara fjölskyldu út í bæ sem með börnin sín, 2, 3, 1, skiptir ekki máli, það komið orðið á fullorðinsaldur, orðin 18 ára eða 20 eða 21, breytir ekki máli. Viðkomandi fjölskylda ákveður að leyfa barninu að vera heima hjá sér. Eins og við vitum kannski eins og Ítalíu, það er allt upp til 50, þannig að það er komin á það stig að þeir voru farnir að setja lög á því að þvinga börnin heima, en látum það vera, við erum ekki komin á þann stað. En þessi fjölskylda, hann er ekkert refsað fyrir að hafa börnin heima. Það er ekkert verið að refsa aðilum fyrir það eitt að vilja hafa börnin heima og hugsa ykkur í þessu ástandi sem er núna á fasteignamarkaðnum, þá er ósköp eðlilegt að það er stór hópur ungs fólks sem er bara í heimahúsum vegna þess að það hefur bara engan annan möguleika. En ef viðkomandi annar aðilinn er í almannatryggingakerfinu, þá þarf að refsa. Og þá þarf að refsa þannig að það þarf að skrá barnið, neyðarréttur virkjast, og ég tel að bara ósköp eðlilegt að það barnið sé skráð þá annars staðar til þess að fjölskyldan verði ekki fyrir stórkostlu lækkun á framfærslu. En hvað við mörg að leita að tala líka í þessu samhengi? Það sem ég myndi kalla til með hjónaskatt. Hreint og beint hjónaskatt. Ef að annar er öryrki og hinn ekki, og við komum til að segja bara að annar öryrki og hinn er bara lágmarkslaunum, og þá er sá sem öryrkinn, að því að þau búa saman og er hjón, að missa 56.969 krónur sem er heimilisuppbót í dag. Og þetta segir okkur að það er refsing upp á nokkur 100.000 ári sem er bara verið að refsa þarna. En ef við færum þetta yfir til okkur þingmenn að við værum settir í svona hjónaskatt, þá gætum við nú aldeilis, ef við tökum hlutfall af tekjum, átta okkur á því hvað við þyrftum að borga, að annað þyrfti að missa tekjur til að standa undir því, og það dytti það engum í hug. En einhvern hluta vegna detti mér í hug að búa til kerfi þannig að þessi refsing er. En síðan er annað sem er ennþá grimmilegri refsing og eiginlega stórfurðuleg. Það er virðist vera ótti ríkisstjórnarinnar eftir ríkisstjórnar að tveir öryrkjar detti nú í hug að fara að búa saman. Ég veit ekki hvað þeir búast við að koma út úr því, en einhverjum hluta vegna virðist að þetta vera skaðræðisótti hjá þeim, og þar af leiðandi settu þeir tvöfalda hjónaskatt á. Báðir aðilarnir, ef þeir hefðu voru áður í sikkur íbúðinni, ákveða síðan að smella saman og hafa betra líf, þá sé ekki, þetta er ekki svona auðvelt í auðvitað. Þeir skulu gera eitthvað grein fyrir því, bæði missi 57.000 krónur á mánuði, og ekki nú með það. Ef viðkomandi hafa verið öryrkjar frá 20 aldri, eða frá því að vera bara börn, og þá hafa fengið framfærslubót, og hún minnkar líka 15.000 krónur hjá báðum. Og þetta þýðir í heild að annar aðilinn missir 72.000 krónur og samtals 144.000 krónur á mánuði. Spáið í þetta. Spáið í hverslags kerfið við höfum byggt upp. Hverslags ómannulegt og mannvonsku kerfið þetta er.
eini séns þessara einstaklinga að einhvern veginn að reyna að komast fram hjá þessu kerfi, en það því miður ekki auðvelt, en ætti að vera hreinn og klár neyðarréttur og þangað til stjórnvöld sjá smá ljósglætu og reyni á einhvern hátt að reyna að bæta þetta kerfi. En eins og ég segi, við erum búin að ræða þetta eiginlega 5. árið í röð sem við erum að reyna að berjast fyrir einhverju smá breytingum á þessu kerfi, og miðað við það hvernig ríkisstjórnir hafa tekið á þessu kerfi þá þyrfti einhver 1000 ár til að ná því að fá einhverjar breytingar í það. En eins og ég hef sagt líka í öll þessum frumvörpum sem við mælt fyrir í kvöld, það er bara ein leið í þessu máli. Komum ríkisstjórninni frá, komum þeim að sem eru að reyna að breyta kerfinu. Þetta er einfalt mál, það er hægt að breyta þessu kerfi, það er hægt að gera það strax og það þarf ekki að kosta neitt þannig að ríkissjóður ráði ekki við það. Og það er okkur til hábornaskammar að það skuli vera til þeir flokkar, þessi 3 flokkar sem eru við völd, að þeir skuli verja þetta kerfi og þeir skuli viðhalda þessu kerfi og segja hvað eftir annað að þessi hópar geti ekki beðið lengur eftir réttlætinu fyrir hverja kosningar, en allir þessir hópar bíða enn og verða alltaf og mun alltaf þurfa að bíða meðan þessi ríkisstjórn er við völd. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég er stoltur meðflutningsmaður þessa frumvarps til laga um breytingar á lögum um félagslega aðstoð, heimilisuppbót. Ég sagði í máli sem flutt hér áðan að það væri 8 fjötrar og ég minntist á það væri 8 fjötrar sem þar væri að verki, og ég minntist á það í gær, í máli sem flutt hér í gær, að það væri mannfjandsamlegt kerfið, Tryggingastofnun. Hérna er mál sem er að berjast gegn kerfinu, eða vill koma breytingum varðandi lögum um félagslega aðstoð sem er beinlínis fjandsamlegt fjölskyldunni, grunneiningu samfélagsins. Gildandi löggjöf á þessu sviði, hún beinlínis brýtur niður fjölskyldur sem ekki ná endum saman án þessar framfærslu sem að heimilisuppbótin er. Og lífeyrisþegar eru þeir sem báast í landinu og þeir eru ekki virkir í samfélaginu, búa við einangrun, og þessi einangrun hún eykst enn þegar barn er að fer af heimilinu. Og það að sé verið að taka af heimilisuppbótina þegar barnið flyst að heiman, og það sé ekki gert fyrir núna, að þetta frumvarp mun leiða til þess að það verði ekki fyrir að barnið við ná 21 árs aldri, og að það sé verið að halda þau fram að það sé fjárhagslegt hagræði að hafa barn á heimilinu sem er kannski 18 ára og er í skóla, og allir þekkja það sem búa á Íslandi að það eru sterk fjölskyldutengsl á Íslandi. Börn eru lengur á heimili hér en til dæmis annars staðar í einu vestræna heimi, og til dæmis eins og í Skandinavíu, það sem ég þekki til, og við erum kannski miklu líkari í Ítalíu hvað þetta varðar. En það er við sem í kerfi sem leiðir til þess að margir foreldrar sem eru lífeyrisþegar, að þeir þurfa hreinlega að vísa börnum sínum á dyr til að missa ekki heimilisuppbótina. Það er algjört hneyksli. Og ég tel að þetta núverandi kerfi, það beinlínis vinnu gegn fjölskyldum lífeyrisþega og þeirri samheldni sem þar er. Og það eykur einangrunina hjá lífeyrisþegunum með því að börnin þurfa að flytja heiman í 18 ára aldur. Einmanaleiki er mikið vandamál í heiminum og sérstaklega mikið vandamál í einu vestræna heimi, og ég get tekið sem dæmi að í Bretlandi hefur stofnað sérstakt ráðuneyti til að berjast gegn einmanaleika. Þannig að það að
lífeyrisþegar skuli missa börn sín á heimilinu eða þurfa að vísa þeim frá heimilinu, að það er beinlínis, það má segja að það sé raunverulega verið að gangi gegn friðhelgi fjölskyldunar og heimilisins eins og kemur fram í frumvarpinu. Og löggjafanum ber svo sannarlega að tryggja þessa friðhelgi, tryggja friðhelgi fjölskyldu og heimilis, og það að hún sé verið að skerða hana með þessum hætti, með því að mismunleika fjölskyldum á ýmsa vegu, þar sem að fjölskyldur lífeyrisþega að þau þurfa að vísa börnum sínum á heimilinu vegna tekjumissis við 18 ára aldur, það bara gengur einfaldlega alls ekki. Það má benda líka á hér að í þessu frumvarpi er lagt til að heimilsuppbót skerðist ekki vegna barns sem býr á heimili foreldris þegar það hefur náð 21 árs aldri. Sambærileg undanþága er nú þegar í reglugerð en gerir kröfu að barn sé í fullu námi. Þannig að hér er einungis verið að leggja til að það skerðist ekki fyrir 21 árs aldurs án þess að það sé í námi. Svo það komi skýrt fram. Og reglan í 2. málsgrein frumvarpsins sem lýtur á því að nám sem eða foreldri einstaklings sem er á aldrinum 21 til 25 ára og stundar fullt skólanám eða starfsþjálfun, það telst ekki heldur hafa fjárhagslegt hagræði af sambýli eða samlögum húsnæðisaðstöðu eða fæðiskostnað. Þetta er sjálfsögð regla og það eru margir einstaklingar, flestir Íslendingar á aldrinum 21 til 25 ára, þeir búa heima hjá foreldrum sínum. Og með húsnæðisverð í dag, þá er engar líkur á því að einstaklingar á þessum aldri sjáu sér fæst að kaupa húsnæði og koma undir sér fótunum sjálfstætt. Og þetta er yfirleitt fátækasti þjóðfélagshópurinn, lífeyrisþegar, og það skuli vera skert heimilisuppbót þegar þeir ná 18 ára aldri og það sé ekki tekið tillit til þess að þegar börnin er í námi, að það bara gengur einfaldlega alls ekki. Þetta er sjálfsagt mál og myndi halda áfram, myndi sýna fram á það að stjórnvöld, almannatryggingar, velferðarsamfélagið, það lítur á sterk fjölskyldutengsl sem mikilvægan hluta og ekki síst hjá lífeyrisþegum. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, þetta mál er eitt af mörgum sem eru hérna að leggja verið þinginu sem sýna hversu gallað kerfið okkar er í þessum málaflokki. Það er ekkert flóknara en það þegar allt kemur til alls. Þetta spilar beint inn í málflutning fjármálaráðherra alltaf sem reynir alltaf að telja öllum trúum það að það þurfi nú að skerða fjármagn hingað og þangað til þess að peningurinn fari nú þá til þeirra sem mest þurfa á honum að halda. En þarna er bókstaflega einmitt verið að aðskilja fólk og fjölskyldur til þess einhvern veginn að koma peningum til þess þeirra sem mest þurfa að halda því að það er nákvæmlega sama fólkið. Þarna er nákvæmlega sama fólk að ræða. Til þess að halda þeim fjármunum sem að viðkomandi á rétt á þarf hann einfaldlega að henda öðru fólki á dyr til þess að fá þetta fjármagn sem hæstv. Ráðherra talar að þurfi að komast til þeirra sem mest þurfa á að halda. Í staðinn fyrir að sleppa einfaldlega svona rugli og að fólk fái einmitt nákvæmlega það sem það á rétt á sem einstaklingar vegna þeirra aðstæðna sem það er í óháð því með hverju með kjósa að búa eða þurfa að búa af því að það eru einfaldlega fjölskyldumeðlimir. Ekkert flóknara en það. Og ég held að við ættum í alvörunni, það brugðist of seint við þessu að mínu mati, að allir flokkar þurfa að setjast niður og segja að þetta gengur ekki lengur að hafa þetta svona mikið rugl. Það bara gengur ekki lengur. Við erum nýbúin að upplifa það eftir þó nokkura ára svona með því að við erum búin að láta vita því þó nokkuð mörg ár að það er verið að til dæmis brjóta 69. grein almannatryggingalaga. Það er rosalega einföld grein það hvernig lífeyrisréttindi, lífeyrinn uppfærist á milli ára til þess að halda í við verðbólgu eða launaþróun.
Það ekkert flókið við þessa grein. En í 20 ár hefur hún verið túlkuð á þann hátt að það eigi bara að hækka þessi lífeyrisréttindi það sem að fjármálaráðuneytið spáir að verðbólga eða launaþróun verði á komandi ári. Ekki hver launaþróun eða verðbólga verður í raun og veru eftir á að hyggja, heldur bara spá. Og þessi spá hefur leitt af sér þá niðurstöðu að lífeyrir það bil 50–60% lægri en hann ætti að vera. Það ætti að hækka 50–60% til þess að ná þeirri launaþróun sem hefur verið á undanförnum 2 áratugum miðað við það sem hefur verið gert. Þetta hefur náð að fylgja verðbólgu, rétt rúmlega það, sem blessunarlega gott, en þarna mismunur á milli launa. Þetta eitt dæmið einmitt það hvernig kerfið, þrátt fyrir mjög skýrar lagagreinar, síðan líka túlkað framhjá því að þurfa að standa við þær skuldbindingar sem við ætlum kannski til sem löggjafi að framkvæmdarvaldið reikni út á réttan hátt. Og það var einfaldlega textinn tekinn, snúið út úr honum á þann hátt að það þurfi nú ekki að borga alveg svona mikinn pening. Það má nú ekki vera alveg það mikið að fylgi launaþróun. Það alveg ómögulegt, segir fjármálaráðuneytið. Hvað segir félagsmálaráðuneytið? Ekki neitt. Þrátt fyrir að þau lög séu á forræði félagsmálaráðuneytisins, þá hefur það ekkert það að segja hvernig þessar upphæðir eru reiknaðar, hvernig lögin sem félagsmálaráðherra ber ábyrgð á, hvernig þær upphæðir sem þar falla undir, hvernig þær þróast. Félagsmálaráðherra fær þær upphæðir frá fjármálaráðuneytinu sem ræður þessari túlkun, sem stórfurðulegt. Því að við erum ekki með það sem kallast fjölskipað stjórnvald, heldur hver og einn ráðherra bara kóngur í sínu ríki og ræður bókstaflega öllu í sínum málaflokki, nema þessu. Það ekki bara fjármunum. Það nefnilega mjög skrítið að sveitarstjórnar eða innviðaráðherra eða félagsmálaráðherra eða heilbrigðisráðherra eða menntamálaráðherra eru ekki fjárhagslega sjálfstæðir þó þeir eigi að bera ábyrgð á framkvæmd þeirra laga sem við sem löggjafi setjum. Við fáum frumvörp inn á Alþingi og tökum þau í ræðustól og lesum þau upp. Þetta eru hin og þessi réttindi sem við erum að veita fólki og það kostar þetta og þetta mikið eftir því sem við áætlum. Hvernig síðan farið með það kostnaðaráætlun? Fjármálaráðuneytið bara ákveður að túlka lögin á hinn eða þennan hátt þannig að upphæðin sé bara einhvern veginn það sem þeim finnst. Sérstaklega í dæmi þessara 69. greinar almannatryggingalaga. Það ekki ráðherrann sem ber ábyrgð á þeim lögum sem túlkar þau lög og reiknar upp upphæðinar sem liggja þar á bakvið. Það fjármálaráðherra, fjármálaráðuneytið. Þetta þrátt fyrir að hver ráðherra á að vera kóngur í sínu ríki. Þarna ætti félagsmálaráðherra að sjálfsögðu að bera ábyrgð á túlkunina af þessum lögum, en gerir það ekki. Fær það ekki. Það mjög spes. Og þetta einmitt gegnum gangandi í öllum þessum lögum og sem varðar allt þetta kerfi, eins og frumvarpin sem við tölum hérna, bendir á. Það þessi galli að af því að fólk verður 18 ára, verður eitthvað ákveðið gamalt og þá allt í einu sé það orðin að fjárhagslegum stuðningsaðila lífeyrisþegans, sem fáránlegt. Þetta eru einstaklingar sem þarna ræðir, sem ákveða að deila lífi sínu saman eða þurfa að gera það. Og ef þau þurfa að gera það, þá ákveðum við að nei, þá ætlum við að taka af ykkur pening. Af því að annars erum við að láta einhvern fá pening sem hann þarf ekki á að halda.
merkilegt nokk, það ekki? Einn skýrasti gallinn á þessu kerfi að hið opinbera bókstaflega stýjar í sundur fólki sem að vill og eða jafnvel þarf að búa saman vegna fjölskyldutengsla. Það að mínu mati virkilega illa gert. Andsvar veitir hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðu sína. Hann sagði að þetta væri, hann orðaði eitthvað þannig áðan að þetta væri fjandsamlegt velferðarkerfinu eða kerfinu og almannatryggingakerfi væri þjóna ekki skjólstæðingum sínum. Mig langar að spyrja hann að þessu, mjög einföld spurning. Núna hefur Flokkur fólksins í þessu máli, hérna verið að leggja fram frumvarp til að bæta velferðarkerfið. Og við vorum með mál áðan sem lýtur að því að bæta smá hnökra á almannatryggingakerfinu varðandi greiðslu til lífeyrisþega sem erlendis. Þetta eru brotalamir það sem má betur fara. Þetta ekkert risamál, þetta smá mál í stóra samhengi ríkisvaldsins og stóra samhengi fjárlaga og stóra samhengi þess reksturs ríkisins. Þetta stór mál fyrir lífeyrisþegana. Hefur hann einhverja skoðun á því eða skýring á því hvernig stendur að það sé verið að flytja hérna mál 4., 5. sinn, 2., 3. sinni sömu málin sem að lýtur að því að bæta velferðarkerfið með litlum hætti og hérna eru þingmenn sem eru sjálfir öryrkjar, sjálfir hafa verið bótaþegar og eru með upplýsingar og þekkingu á kerfinu sem aðrir þingmenn hafa ekki og vilja bæta kerfið. Hvernig stendur á því að þessi mál renni ekki gegnum nefndir og ekki samþykkt af Alþingi? Svarar andsvari hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir gríðarlega góða spurningu því að þetta leyndarmálið mikla hérna í rauninni á þingi. Þar sem að það eru einfaldlega Alþingi starfar á þann hátt að hérna koma inn flokkar eftir kosningar. Einhverjir ákveða að rotta sig saman í því að taka meirihluta, ég orða þetta viljandi svona, og stjórnar dagskrárvaldinu alveg frá A til Ö. Það hefur hefur ýmsar afleiðingar. Það þýðir einfaldlega það, til að byrja með, að öll mál sem koma ekki frá þeim meirihluta og þá sérstaklega í rauninni framkvæmdarvaldinu, þau eru bara búin að ákveða að þetta virki svoleiðis, ekki eitthvað sem að þingið afgreiðir. Einfaldlega setja það bara undir borð og líta ekki einu sinni á það. Sama hversu góð hugmynd það gæti verið, þá ekki einu sinni reynt að koma málinu í gegn. Ég var með mál hérna á síðasta þingi sem var með meðflutningsmenn úr öllum flokkum. Rosalega einföld breyting sem að leyfir ungmennum að æfa bogfimi í rauninni. Því að það í rauninni strangt til tekið samkvæmt lögum bannað núna, allavega að nota boga sem að almennt séð keppt með. Allir flokkar voru sammála að þetta væri augljós galli. En frumvarpið fór ekkert lengra. Af því að það þegar allt kemur til alls, þá ríkisstjórnin að reyna að koma í gegn oft mjög umdeildum málum og til þess að koma þeim í gegn, að þá reynir ríkisstjórnin hérna sem að þeir sem taka sér meirihluta einfaldlega að semja það að koma þeim í gegn með kannski einhverjum smá breytingum sem að fólk sætti sig við, gegn því þá að sleppa einhverjum þingmannamálum í atkvæðagreiðslu. Engin, það skiptir ekki máli hvort að þessu góð mál eða ekki, bara það sem að fólk velur og þá þetta vild 1-2 mál á þingflokk eða eitthvað því líkt. Kvóti, við erum með kvótakerfi. Það veitir andsvar síðari sinni hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið, bara örstutt.
er þetta þá það að ef að þú hefur komið, þetta þingmaður, upp þessu bókfimnismáliðinu, að þú myndir þá fá heiðurinn af því og þá geta unnið næstu kosningar og þingmeirihluti fallinn? Er það þá þetta allt mál að raunverulega best þá fyrir okkur hérna í Flokki fólksins sem við viljum komið bætur á endurbæta almannatryggingakerfið með þessum málum okkar, að gauka meðal að þeim, þannig að þeir myndu eigna sér heiðurinn að því? Að það sé ekki þá að það verða stór hættulegt ef að þetta mál með það, til dæmis með millifærsluna á erlenda reikninga lífeyrista út í heimi, að það verði betra komið þá að eitthvað stjórnarþingmaður kæmi með það, eða ríkisstjórnin, svo að Flokkur fólksins geti ekki farið í næstu kosningabaráttu og sagt að við reddum okkur því að við komum með það að þið þurfum ekki að borga fyrir millifærslur erlendis. Að það er stórkostlegur heiður að því máli, stjórnarmeirihluti myndi falla. En mér gæti ekki stjórnarmeirihluti sagt bara einfaldlega, já, við studdum þetta góða mál. Kjósa okkur áfram. Er þetta dýnamíkin? Svo ég skilji þetta rétt. En ég hef ekki kynnt mér þetta bókfimmismálið þitt, en aldrei að vita ég myndi styðja það. En ég bara til að skilja sem nýr þingmaður það skiptir engu máli hvernig málin eru, að svo lengi sem þau komi ekki frá rétta aðilunum, það er sem stjórnarmeirihlutunum, það sem meirihluta þingsins, að þá fá þingmálamál, hversu góð sem þau eru, ekki framgang. Ég heyrði það hérna áður, fyrir ég tók eftir því, það var eitthvað mál sem núna komið inn í stjórnarsáttmála, hvort það var mannréttindastofnun eitthvað slíkt. En þetta tekur þá næstu kosning, geti komið í stjórnarsáttmálann næstum það eigi þá að Tryggingastofnun muni greiða fyrir erlenda greiðslu kannski, sem er alltaf grundvallar tímamótamál í sögu Alþingis. Svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Já, virðulegi forseti, þetta er nokkurn veginn nákvæmlega svona. Það er nú hv. þingmaður Tómas Tómasson hérna, hann er einmitt á bókfimumálinu með mér, sem er mikill heiður. En ég var með til dæmis 3 mál á síðasta þingi, rauninni fleiri. Það var sem sagt það að þurfa ekki að greiða fyrir rafrænan aðgang að ársreikningum. Það var mál sem við var með, sem að hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra kom í gegnum þingið. Ég var með málum brottfall tómra laga sem að nokkrir ráðherrar tóku inn á sig, svona inn á sitt málefnasvið og komu í gegn. Ég var líka með mál það að samþykkja 3. valfrjálsu bókun barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem var inn í farsældarfrumvarpi félags- og barnamálaráðherra. Þetta er allt mál sem ég var búinn að vera með í þó nokkuð langan tíma, sem að ríkisstjórnin tók inn í sín frumvörp og þannig fóruð þið í gegn. Við höfum ítrekað verið með breytingatillögur við fjárlög og ýmislegt svoleiðis. Það var mér mjög minnisstætt þar sem var fellt niður heimild fyrir framhaldsskóla að taka efnisgjöld frá nemendum. Og þá náttúrulega fá þau minni pening og það gleymdist að koma með fjárheimild á móti til þess að bæta þeim þau upp. Nema Helgi Hrafn Gunnarsson, hv. þingmaður, hann hafði séð þetta og skutlað inn breytingatillögu fyrir þeirri upphæð sem að ráðuneytið var búið að segja að þetta myndi kosta. Og það varð uppi fótur og fit hérna í þinginu þar sem að stjórnarmeirihlutin gat ómögulega sett sig við að greiða atkvæði með þessari 300 milljón króna fjárframlagi út af því að sem að ráðuneytið sagði að vantaði. Þannig að það var að búa til nýja breytingatillögu og það mátti náttúrulega ekki vera sama upphæð, þannig að endaði 250 milljónum og við ekki hugmyndum hvort það er dugði eða ekki, hvort það var þá minnkun á fjárframlögum til verkmenntaskólana eða ekki. Mjög merkilegt. Þannig að þetta er allt svona, það er ömurlegt, það þarf ekki að vera svona, þetta er ákvörðun þeirra sem taka völdin að gera þetta svona. Andsvörum er lokið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóð, svo er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Af dagskrá þessarar þingfundar eru tekin 7. og 8. dagskrármálið. Útbýtt er á fundinum þingskjali 602 útlendingar frumvarp flutningsmaður Rósa Björk Brynjarsdóttir, þingskjali 603 flutningur hergagna til Úkraínu, fyrirspurn flutningsmaður Rósa Björk Brynjarsdóttir, þingskjali 604 málarekstur ráðherra fyrir dómstólum, fyrirspurn flutningsmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir,
Þingskjali 605, starfsemi stjórnmálasamtaka, frumvarp frá stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Þingskjali 606 til 608, líkgeymslur. Fyrirspurnir, flutningsmaður Líneik Anna Sævarsdóttir. Þingskjali 609, Hellisheiði, fyrirspurn, flutningsmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Þingskjali 611, fullgilding fríverslunarsamnings Íslands, Noregs og Liechtenstein og Stóra-Bretlands og Norður-Írlands, nefndarálit frá utanríkismálanefnd. Fleira liggur ekki fyrir þessu fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið. Takk fyrir, virðulegi forseti.